Klukkan er orðin 4, það er föstudagurinn 3. mars og F95 blöð höfðið göngu sína á, ég ætla bara að segja yndislegum föstudaginn. Auðvitað Blönduleiti, ég og sitt í mínu sætu, við erum með fullan bát þennan föstudaginn. Já, eins og svona, reyndar Egill var á tenni einhverja 6 vikur daginn en Það var í janúar sko, við erum með þetta í apríl sko. Já, misti næstu í bandið en er mættur í dag, fullur bátur og drengir, erum við ekki bara í bullandi gýr? Jú, er það ekki? Ég veit ekki betur. Það er bara, mér líður eins og sé að komin vor. Mér líður bara eins og ég sé að fara að standa upp á borðið á biffanum í kvöld og þetta gamla góða flöskuborð. Ég er þannig gýr sko. Ég er með þér það er bara bullandi gýr í bara Sverri Bergman með childbearing hips upp á borðið og menn að skála og þannig fílur var það maður. Það var eftir fyrsta F95 blöðþáttinn, það var rosalegt. Var hann upp á borðið að dansa? Það kom Rain Over Me á biffanum og Sverri Bergman hoppaði upp á borð að dansa og hann kann að dansa. Hann er með sweet moves sko. Sweet moves. Já, hann er þekktu fyrir það. Hann er ekki bara governor og Reykjanesbæðir, heldur hann með sweet moves. The boys got some moves. Rosaleg moves. Einu króksar, þetta fullt að blöða með þetta Jackson, það er signature move. Ég kann ekki að dansa, ég kann bara Jackson. Svo er Hókimenn líka með sweet moves. Hann er með að dansa hérna Rikki Gervais dansa hérna. Kös getur þetta ekki dansa til að taka lífi sín. Ég hef nú séð Landakös samt verið að hendi einhver smá Jackson skrifa þetta í gallanum aðstu mökkaðir í Vegas. Það er enda bara finnasta snapp sem ég á sko. Kös er ekki með sweet moves sko. Kös er sterkur í að panta landa að place an order á því. Svo er mjög góður því og svo er góður gamer líka. Ég er ekki að djókast á það. Þetta situr í mig með ammælens. Ég var blindur. Ég þetta í blackout. En hafið báðið passað hans upp á drikkjuna síðan og hafið gott að því. Já, þetta var mjög skrítið. Það er svona wake up call hjá okkur. Já. Það er bara að hugsa hvað ég setja ofan ykkur. Þið hafið séð svona eins og í svona kíkir út. Það er bara grasið er orðið gull. Þetta var ótrúlegt. Já, það er orðið gull. Ég fagna því. Það er ekki bara dagspyrta, það er næstu í sól. Já, hvenær sá maður Þróttaramerki svona skýrt? Ég veit að þetta er dagskurlið sem er hættur í F95 blöð. Það er einhverjur í gýr núna. Ég er að horfa núna út og ég sé bara að það er svona rík og grasið er gullt og það er svona smá grátt og þetta er geðvikt. Þetta er bara frábært. Það var dagspyrta í morgunri og skulla strákunum í leikskóla. Þetta gerir bara helling fyrir. Við byrjum ekki meira, bara að sjá handa okkar skil og sjá bara gula grasið. Ég held að verða allt vittlust í bænum í kvöld. Ég held að mánamót, hvað er ekki, 3. mars. Allir bara útborga. Já, það er vor í lofti. Já, það ætla að verður tísta hit. Það er á svona dögum sem ég geti óskast ég væri ekki en old piece of shit. Ég fann það líka bara svo í morgun ég voru á skrifstofuna í sportsunu hressu einkaþjálfarnir sem eru vanlega mjög hressir voru óvenju hressir í morgun. Mikið hlegið, mikið háaði. Þú veist, ég höfði með þess að ekki ótt sér þarf að loka hurðinni þegar talaðu kuna. Þú veist, og það oftur hún bara opið og það er svo heittinn, þetta er ekki með glugga sko. Þú veist, ég höfði að loka þegar hlóðu það mikið og það mikið háaði. Þannig að þá veit ég að menn eru bara útborgað, sunshine, það er fössari. Var að tala að hún langi bara helst að fara í tímavél bara og fara aftur alveg á gjössal og tjútti í 10 gráðum. Sko hægt að þú ert að hlusta mikið á þennan. Ég veit það, ég er ekki svo steindi, ég skammast mér ekki. Ég sem er ógamallir að fara á klubb sko, ég er það. En mér langar niður í bæ, þá ferði niður í bæ hann er engar ágjur steindi, hann er bara svona við getum ekki látið sjá okkur þar. Ég er all in. Ég var guðum sem það aldrei segja við getum ekki látið sjá okkur þar. Það bara fer. Ég ætla að gera það. Það er bara hár rétt hér. Ég er að skemmta í kvöld, ég ætla að taka næsta föstudag, ég ætla bara all in. Og ef þau eru með eitthvað góða staðinni í bæ DM-ið mig ég ætla bara að klúbna ég er bara að klúbna daginn ég ætla að taka veistu hvað veit hvað er heitast leiðu okkur Youngbloods að spjalla við nefnum ekki að hlusta old piece of shit ég er að segja hvaða klúb ættu að fara á því? Þú ert nettur ekki láta mig segja þetta Átó sko Átó? Er það ennþá heitast ég var að tala við sexy boy Rúrik ég er að fytum alveg á 2 ára fresti er hann alltaf Átó? Hann gerði niður þessu ekki gýri niður þessu hann fyrir úr ofan þar á dansskólinu og þú veist og það er the shit já bókaði mig þar og það er svona underground shit líka með sexy concept ég verður mættur þar kolvittlus ekki hafa sko ég er að segja þér ég var skemmt okkur Átó já ég get sagt Steindu þú voru heima að leggja kappan ég get sagt þú getur ekki komið með okkur nei ef einhver skildi nú ná mynda þú getur farið í pottin með rödd væn en ég er að segja það sko blöðurinn er nettur mér finnst að blöðurinn geti farið allstaðar sem allir eru bara en það ætlaði að gera það ég er ekki að mikla ágjur nei, ég er að segja að þú veist bara á klubbin auðvitað á hann að geta það við gerum allt og lítið en muni eftir mómentunum þegar voru kláruði bæinn og þið sáu göttusóparan og mávana það voru bjart en þá var ég alltaf að hugsa hvernig týndi öllum og hvað er allir
Hvernig gerist það? Það voru allir þarna. Hvað eru þið? Það voru að því að akkur að henda sér í leigubíl eða eitthvað akkur aldrei að því að hafa allir upplifað þetta að því að það voru allir þarna. Það voru bara allir by themselves, lappandum, hjágötu svo bara samt gæt maður fengið leigubíl þá. Núna bara, við rættið þetta í blökkastin. Mér dirfist ekki að rakka niður leigubíla hérna á Íslandi því ekki ætla ég að missa Ég hata mig í dag sko. Eftir ég gæði lestur daginn. Þú last yfir þeim í blökkastinu. Ég mun aldrei lesa við þeim því að mér þykir vænt leigubíl en ég var að koma faglega gagnrýni út af að appið var eins og bara einhver frá 1975 að búa til það búið til árið 1975 Já, það er kannski ég verið aldrei sé hana eins sko. En nýja appið þeirra, og þetta er hrósa líka, nýja appið er miklu betra. Bara því að nenni ekki að sækja það lengur Nei, út af því þú sér hvar bíllinn er. Já, það er strax Located. Getur þú allt bílinn á nýja appinu? Já, sér hvar En hann er. eina sem böggaði mig, eins og þá þú gast verið bara, það voru mávar að reyna að geta hlöllabátiðin þú varst að labba bara í dagsbyrtunni og það voru að sópa götur og annað Kostuleg dýr sko. Samt ástu örugrum að fá leigubíl Í dag, ég er svona, ekki að ég ætla að fara að rakka á niður Ég stundi bara í vesinu, kannski á miðvikudegi ef við erum að fara óvænt út að borða Þú ert á hálum ís núna sko. Nei, Ég ætla ekki að fara að fokka í leigubíl Nei, það er bara ekki mæta alltaf að standa sig En málið er samt Ok, núna reyvill ekki og leigubílstjórar að fá Uber-inga heim Þeir bara verða kolvittlaus og ef þú segir Uber við leigubílstjóra Ekki það bara að segja í útvarpinu Kýlir þið Hættu að ræða þetta þá Þannig að en sko, þá kem ég með punkt, ok Ef við ætlum að sleppa frá Uberina er þá mögulega að hafa helvitist leigubílstjóra í vinnunum helgar Því að sko, ef það Thin ice Svo lengi sem, ef ég fer í bæ segjum ég fara á átó Bara svo vitið að þið leigubílstjóra sem að hlusta Þetta er ekki þáttarinn sko Ok, rímur ofan á átó flöskuborð, aldrei við betri Lapp út, bíl, ávara klár Ef hann er ekki klár, þá þarf ég Uber Þetta er eina sem ég byrð Og ég skal hætta töðum Uber Ef það fleiri keira En ég get líka alveg sagt þig bara ástæðara Hún er ekki flókin sko Það eru bara greinilega ekki nógu margir að keira Já, ok, fáum þá fleira fólk að keira Þú getur líka bara að byrja að keira Hvað tókstu mörg ári í háskóla Steindi? Þetta var You solved it maður Já, ég meina, þú veist, oft er þetta ekki flóknar en það fá bara juniorin til að leysa gátuna og hérna, þú ætti frekar að auglýsa eftir En máli þess að margir að tuði yfir því eða svona margir, fólk sem ég þekki sem að reka eitthvað fyrirtæki og það er vesen um að fólki í vinnu bara vesen, auglýsur og kemur enginn Þannig að kannski það er vesinu með Ég reyndi að þóleiki þegar við erum að tala út með raskat á okkur hérna í þættinum Nei, ég meina, hvað En ég held að einhvers þær heyrði ég að það væri of flókið að gerast leigubílstjóri Þú þarft að vera með réttindi Vinnum við eftir að tala um þá meira próf Það er konar síður bara á Facebook Þú getur bara að fara á skuttara Meira próf á Jaris Jú, þú þarft meira próf Á Jaris Ég held ég sé nokkuð viss Ég hef aldrei farið í Jaris leigubíl En ég held sko meira próf á Jaris En ég held bara Hvað er það snoppaði fyrir Jaris? Meira próf á átjóla trukksteindi sko Ekki á Jaris Nei, það er vinnuvélaréttindi Meira próf, taxi Þetta er sko, ég held það Ég held að hvaða fyllibita sem geti keirt taxa Nei, þú þarft að Í fyrsta lega mátti ekki keira úr fullur Þannig að það gengur ekki Og í öðru lagi þá held ég sko Byrjum leigubíl, nýju ökuskólin, meira próf Já, þú þarft að vera með meira próf til að vera leigubílstjóri Ég sko, maður sjá, greiða leigubíl aðeins og mikið vesen Það er called bullshit og það sko kannski En þess að hættum að tala um eitthvað sem við mikið vita Já, en málega sko, ok, ég skal Þú setur ekki bara böggið til að gerast leigubíl Þess að því ég panta leigubíl kl. 6 á mótnana þá er ekki til veginn, kemur strax En sko, þið þurfum bara fleiri að keira og þá hættu að bladra Uber, eða ekki? Ég steindur með þetta bladra Uber verður þið bara að fá Uber Bara Egil sem að bladra Uber fyrir einhvers veginn að hlusta Sko, ég tek leigubíl svona 10 svona ári kannski Við verðum að fá Uber Það er bara svo góð þjónusta appið geggjað og síðan farið stjörnugjöf Ég er með Þú fórst úr því ætli ekki að vera með leiðin til leigubílstjóra Svo núna ertu farin algjörlega Sér man ég bara núna hvað er gaman þar Uber Ég líka með 4,71 í stjörnu þar sko Væri með 5 eða var ekki búin að ferðast með Mike eða ekki? Jó, ég tek hann ekki lengur upp í Máli er að Ég ætla einhvern tíma að fá brjálæðskast í Uber Ég gerði þetta eins og þetta við Egil Þú erum í fótboltaverði í Manchester Manchester sagðist alltaf eyðileggja fyrir þér einhverjuna Og Egil var genuine reiður Þannig ég hætti við Já, hvað? Ég fýblast aðeins í Ég er með 4,71
Og þá þegar þú reytar dræfirinn og dræfirinn reytar þig og ef þú með lélega einhvern og þú ert að panta uppur, þú kannski stattur í segjum bara London eða eitthvað þá ferðu bara ekki bíl. Það gæði sér bara þessi trúður með tvo, ég er ekki að peka hann upp þannig að þú vilt hafa góða einhvern. En hvernig kemstu upp á þeir? Ef þú segir maður blöð sér búin að ferðast með og koma hann í 2 þá bara þurfa fleiri bílstjórar að gefa 5 stjörnur og hækka þau upp. Já, en hver gefur á undan? Ég tipp alltaf maximum amount sem er í boði það gleður þá, nú fá ég alltaf háa stjörnur sko. En mækarinn nú er náttúrulega það dónalur og háar og hann eðurlögur það fyrir mér sko. Hann fær ekki lengur að fara með mér í bíl. En þú lappar út úr uppbyrðum, hvor gefur stjörnun á undan? Bara báður eiginlega at the same time í rauninni sko. Ég drýf með að gera það. Þegar ég drýf með að gefa hann tipp þá kannski gefur hann með 5 stjörnur. Já, þú reynir að snöggur að sína honum herri, ég gaf þér 5 stjörnur. Og Hreyvill ekki með þetta. Akkur ekki með stjörnur ekki á þar. Já, það mætti, nei, mér finnst bara Hreyvill og allir leigubílstjórar á Íslandi frábæri sko. Thin Ice. En er það ekki þannig, segjum að Uber kæmi ég menna, getur ekki bæði verið til? Getur ekki pantað Hreyvill eða Uber? Það er þannig í New York og London og alls það. Ég segi það, hvað er vandamálið? Já, ég meina það er ekki svo þeir farið að vera atvinnulausir það vantar fokking bíla hérna. Við ætlum að hætta að ræða leigubíla og Ubera hér í FN95 Þetta er blöðkasti, þú mátt púst út þar Já, tökum þetta frekar á þriðjudaginn en við erum með svaðaland þátt í dag ber þar hæst 2 klefar og eftir fyrsta sinn það er klef í dag þar sem við fengum sent við vorum beðnir að fokka í manneskjum það sem var skemmtilegt Já, það var þess að það eru bræður og annar bróðurinn bað okkur að fokka í bróður sinum sem hefði búin að vera í vesinni í blokkina þegar hann er með hund þannig ég þóttist ringja frá búsettu og það var bara nokkuð skemmtilegt það er hér á eftir Það er að fá beðni Já, fengum við Sveppa Krull með okkur í klefa líka þar sem að var verið að henda orðum, hann bjóð til orð sem að Steindi þurfti að koma inn í pöntun hjá Hagkaup Spurningakeppni Gilsans, ég veit ekki hvað það er í dag ég spurði ekki eins og Nei, ég er með hérna glænýtt konsept sem ég stefna að hafa álegt King of being a snob eða King of snob Hver er snobbaður? Þetta er titill sem þú vilt ekki vinna Nei, það er ekki, viltu ekki vera svona þú vilt vera Nei, viltu ekki vera king of snob Viltu ekki vinna þetta Ég heldur að segja að við varum hvorið það Við erum smá jogging og bara svona gallabuxna kallar sko. Já, ef að eiginlega með þetta eðlilegt þá erum við ekki snobbaðir Þú getur sem kalla okkur snobba Þú ert komin í kífiskirtan á mig yfir að skeggið og allt þetta þú veist þá helvíti hugulur Kífiskirtan Það er ekkert Að vera myndalegur er ekki að vera snobba Þetta er að segja mér að við fyrir kífiskirtan og kífiskirtan er ekki snobb sko Já, það er snobbkall í þér Þú er ekki snobb meira ef þetta væri Louis Vuitton Þú ert ekki mikið snobbað Þú veist að ég á enga merkja Það er svona annars smá í þér Þú er aldrei séð með Gucci tösku sko En það tengist ekki heldur snobbið Nei, það er nú bara tíska Snobb er, ég held að snobb sé bara það er eitthvað fyrir neðan þína virðingu Herru, ég ætla ekki Það er enda gerist oft hjá þér Steindi sko Er það? Já, þú varst nú bara að tala um það áðan á þjóðutíð Þú ætlar ekki að vera í einhverju staði að vera fyrir neðan þína virðingu sko Nei, já, þú veist, ég var að segja sko Ég er að fara með fjölskyldur minn Þú veist, ég þarf að fá allavega 2 rúm En hvað er smekklegt orðið við snobb? Ok, snobb er svona neikvætt orð Ég held að það sé ekki til neitt Það er alveg svo, það er ekki til neitt gott orðið við að vera nískur Sparsamur er hræðilegt líka Sparsamur er svona smekklara orðið Nei, það er bara viðbjöður Ég er frekar að kalla nískur en sparsamur Sko, snobb er alls ekki það Snobb er spreðari sko Já, það var að tala bara hvað er til svona betra orð heldur en snobb Ef þetta er neikvætt orð Að vera snobbaður er held ég ekki En það er eitthvað sem elskar bara finer things in life Þú veist ekki eins og hvað snobb er sjálfur En ég held sko, snobb er held ég ekki eitthvað eðslukló heldur Ég held að snobb sé basically bara attitude Það er skemmtilegur Þú veist, þetta er bara álur keppni Því að það veit enginn hvað það fer sko Hver er snobbaður? Við vitum ekki hvað þetta þýðir Við vitum ekki hvað orðið þýðir Þetta kemur ljós og eftir hver er snobbaður Sko, þú ætlar að vera með breytingu í dagsteindi Það er ekki how do you do fellow kids heldur how do you do fellow opos eða ekki? How do you do fellow opos Það er rosalegt Basically, how do you do fellow old pieces of shit Og þetta eru frasar frá því gamla dag Og ég ætla aðtöða því að sko Egil á kannski þá smá séns Já, hann hlýtur, sko það er þetta núna Ég verð ekki með jafn mikið metna að vinna þessa keppni Og að því maður vill vera young blood Mér langar ekki að vera old piece of shit Já, við erum bara að heyra það í þessu þætti að þú ert að gera allt til að vera the young blood Ég held ég fræðilega möguleika hana Sko, pakka alltaf saman í hinu sko Drengir, How Do You Do Fellow Kids kemur aftur Þetta er bara one time only
twist Já, ég fíla þetta tvist Þetta er að vera oftar Jó, ég með reyna þú vinna King ég of being an gæti, opos. kannski rótir að ég en blöð, þú getur komið sterkurinn í hitt þá setna en meira, hvernig veistu, kannski ertu Já, ég reyna Þú alltaf ert naskur í þessu. Blöðurmælega opos Ég En meina, það er hvað- samt in touch with the young cool ég meina, kids þú veist, hvað Það þýðir svarar alltaf að bara Og nanosekundi En meina, Ég er hvað ekki- þýðir Jepsi Pepsi? Jepsi, Pepsi, það er bara já Já, það er rétt hjá þér. Þetta er gammal frasi Jepsi Pepsi Jepsi Pepsi Það geður ykkur frasi sko Ha, hvað þýðir þunna gunna? Bara vera þunnur Það eða er bara ekki hálfrétt, Er þetta já. frastandir Skúli fúli? Guð mig góð, þetta má ekki vera svona Það má ekki segja í orðinu hvað þetta er alltaf Ég er bara að segja, þetta eru gamli frasi sem þú þekkir En veistu hvað, það er bara gamalt frasi til dæmis Það er bara glætan Það segja bara glætan Já. Ég held að það hefur verið svona með fyrstu frösun sem ég lærði En ef ég Geðveikur frasi. spyrði Í stæðan fyrir að segja bara ekki sjens Segja bara glætan að ég gera þetta En ef ég spyrði hvað þýðir glætan, þá segir þú bara að það þýðir glætan Nei, Já, hvað þýðir ég vil glætan? segja að það þýðir ekki sjens Já Varst það þrývitapenta hérna Hvað? Þetta er píka Já. Þetta er þrývita, við erum með þrývita prentaða píku, drengir Það er eitthvað sem brennslan Maður geta, minn maður Richie vantilega að prenta þetta út Sko það er líka svona hérna, þetta er um allt stúdíu Nei, ég held að sé, þetta er auglýsingaherferð hérna fyrir dömbindi Getur þið þrývita að prenta allt? Þú Já. ert okkar maður svolítið í þessu Það var konarkvöld í Smáralind í gær og þar var verið að þrývita að prenta þessa píkur En þetta er og glerplast. fræsla í leiðinni, þetta er bara plast Já, ok og hérna Já, ég bjóst ég við hverju bjóstu þetta er bara plast, þetta er bara Ég að meina- sína hvernig þetta lítur út Já, já, I've seen one En hvernig er eins og bara að þú ætlar að þrývita að brenda byssu sem virkar Af hverju getur þú ekki gert betri þrývita að brenda píku Mér finnst hún fyrir eitthvað góð, ég meina, er þetta ekki nokkuð nákvæmt, ég meina, þetta er snýpurinn og Þetta er basically bara eins og séð búin að leira þetta og frista Ég þetta meina það gerir engin betur þú sem þú sko Það þú ekki sé, svona er þetta myndir segja þetta væri til að accurate Ég myndi segja þetta væri nokkuð accurate, ég meina, finnst þér þetta að vera eitthvað, kannustu bara ekkert við þetta? Maður sér strax hvað þetta er En hérna, þú veist, það er hægt að þrývita prenta allt reyngir, grinnlega, þú veist, byssur, jú, en hérna, En þá er það er þetta þrývita að brenda byssu sem virka Þú getur skot úr en þær eru vantilega plast líka. Ég getur Það er- þrývita það að er- prenta fyrir mig a delicious burger Nei, ég held að getur bara Þú sagði að þrývita, þú getur ekki allt getur maður ekki bara þrývita að prenta plast, harplast, ég held það. Þú getur ekki bara þrývita að prenta bara burger. Akkur ekki Já, ég veit það ekki, nú, við erum vinnum í útarpi, við vitum það ekki. Jú, þú getur aldrei þrývita að brenda bara eitthvað mat og ég Já, ég meina, þú veist, er það ekki? ég meina, ég er á því að sé Nei. búið að klóna mannesku, þannig að þetta getur örgulega búið til einhvern hambúrgar úr Það einhvern. eru bara fyrir fórseti frá Íslands Það er búið að klóna hundinu Já, sámur. Já, en ég það er veit- rosalegt. Já, en ég er að segja, þú Mér veist, finnst bara ekki nóg mikið fjalla það ég held að þú hafi kannski einhvern tíma mætt klóni. ah. Nei, ég held það ekki. En ég held kannski að sé einhvers staðar klón hérna á telunarstofu. Væri það á móti því að Er það ekki? vera að klóna fólk Nei, ég Því að það kemur til dæmis eitthvað fyrir þig Steindi Já. Og getur þú fengið bara Klónið. líffærin úr klónunu Já, en ég er það ekki eins. Nú, ok Eins og vorum að tala um hundinn hjá þeim. Samur? Já, þetta er ekki sami hundur. Nú, ok Ég held ekki, sko. Það er ekki þi- En eins og ég segi, það ég er vinn í ekki vera útvarpi, að sko. klón Þetta er nákvæmlega eins eða Já, ég held að þú getur ekki þú klónar væntalega ekki, þú veist, ef ég ætla að klóna blöð, þá ég klóna ekki heilan á honum. Ég klóna væntalega bara útlitið á honum. Hvernig veistu? Nei, eins og ég segi, ég vinn í útvarpi. Ég veit ekki neitt, ég er bara að tala með raskatinu, sko. Munið Arnold á klónaður hann í 6 Day og hann sagt við hann, Adam Gibson I wish you could say the one and only Það var búið að klóna hann Þannig að gæti ekki Yes. sagt the one and only Hann á bara hann hlýtur að eiga bestu, skástu bestu lífið sko. Þetta setning sér eitt sko Já, já, ná, I wish you could say geggjaða línu, the sko. one and only Herru, svo drengir, Sala á þjóðatíð er byrjuð Wow. Við erum, með eitt besta sponsor landsins Það er Túborg Léttur Það getur verið Sem Það eru er með- bara Herru, Þetta er bara mikið hot shit Þjóðhátíð verður risastóri ár Það er líka Þetta er alvöru tilkynning í morgun Frikki Dór, Bríett og Stjórn Já, búið að tilkynna fyrstu Já. atrið. Þetta eru öll geggju atrið. Þau eru ekkert að grínast. Frikki og Stjórnin. Það er ekki Við verið erum að alveg að vona að við Neina fáum sénsa. mail Við erum ekki búin að heyra neitt Við erum ekki ennþá booked Nei, En, það við væri vonum veistla. besta. Já, Það var rosalegt Það strákar. kan bara sitja á höfninni annað með Ocean View Vöka Já, sig á ég- svið Við og tökum kvöldi alltaf þátt Ég fer alltaf á eigin að föru. Já. Ég Tökum ætla að alltaf fara. að þið sjóa fös Hvað, ég las ég ekki að vera 165 dagar í þetta? Við erum alltaf með þáttinn á Það föstudeginu. er rosalega að vita það Fyrsti þátturinn er alltaf á föstudeginum eftir sumarfrí. Já. Á föstudaginn eigin og það er Við rosalega förum alltaf í vakasjón Erum meðlega búlíðar í frí hann í júli Já, við það viljum var það óþolandi, ekki En við erum sendir í frí Lögastið fer endar aldrei í frí.
sko, það er ekki hægt að senda það í frí sko. Nei, það er alltaf Ég fór að hugsa á hann drengir af því að við vorum að labba hérna yfir Við vorum að bara í geggjumgýr af því að það er bara gott veður mánaðamót og ég er svona, herru, hvaða lag svona kemur í gýrun? Ég fann ekkert lag sem að kemur eitthvað rosalega í gýrin í dag Gott krítlag kemur blöðunum í gýrin Já, sko. þannig ég fór að hugsa svona Æ, back in the Dómin. day Hvaða lag hefði komið í gýrin til dæmis ef ég væri ekki en old piece of shit væri á leiðinni Er þetta enn eitt svona gretturokkið og Nei, ja, króknum með það? þetta er Og það keiri krítblöð Nei, það þetta er kemur ekki í krít gýrin Þetta er betur en krít Þetta er, ég held að þetta komið öllum í gýrin og þetta er King Bon Jovi með Living on a Prayer Shit Now that's a fucking song Alveg lag They don't make them like they used to Já, ég gefði þér það blöð þegar maður actually En þú byrjar að rakka þetta með Svo varstu bara komin í gýrin Ég hlóa þér En ég fór svo í nettan gýr, ég veit ekki Já, það rosalegt Pappi minn lag. hefur tekið þetta lag í kárgi, ég sé það var rosalegt Pappiðin tekið Living on a Prayer í Já, kár hann var komin vel í það Já, Fórum fyrst erlendis og fórum í kárgi Alveg lag sko. Já. Þú tökur ekki svona króksara handbóltarokkstag Já, Og ég næst krít og svo hit shitið annars sem að tala um daginn sem stendir Bush. þetta ekki já, Þú Bush. tökur ekki þannig í dag Allt nema það, ég þarf að þekkja lögin þær Já, Anskot ok, tökur krít næst Já, sko, Já, Hvað er besta krítlagið? Hvað er það myndir segja, faglega mat sem Ég myndi segja að það væri My Own Prison Já, kerðu það á næst Should have been there on Já, a Sunday morning Já, Banging my En head hérna, erst ekki til Creedence? Gerðu það kláð Creedence Clearwater Já, en það er ekkert eitthvað Cloudy on the streets Ekki, veist Þú Þetta er eitthvað basically rugglaður stendi Við Við erum að tala um svona króksara handbóltar Já, við erum að tala um að þú þarft að hafa verið á aldrei þegar þetta var upp á sitt besta Þú veist, ég dyrka, Creedence Clearwater Ég dyrka með þessa Supertramp og svona hljómsveitir sko. Voru að hlusta á Iron Maiden og eitthvað svona? Já, Er King Richie með krít í kerfinu? Nei, ég seti þetta bara í gegnum Spotify Það skeina, Richie átt að hlusta að vera að rífa það sér gang sko Já, Þú átt að vera í kerfinu er þið til í slúður, drengir? Já, er þetta brakandi fest erlend slúður eða? Já, Já. það er helvítið langt sinna á Íslands slúður Já, Ég held að það heyrðu, sé 1,5 ár síðan Það væri gaman að fá, ég þarf að kíkja í inboxið Það getur fyrir að detta kannski inn, komið sko. eitthvað. Já, Herðu, mér finnst eins og ég að við lesið þetta áður og þá er ég nú ekki að gera grína okkar besta manni en það eru við Beliebers en Bieber aflýsir aftur tónleikum og er búin að aflýsa restinni af tónleikaferðalagi sínu Justice sögum heilsufars vandamála Aftur komin á dæluna Nei, ég held að þetta sé ekki það þó að Steindi fær náttúrulega beint í það Mér Já, þetta hljómar eins og Steindi- hann hafi dottið á sprödu Steindi naskur í þessu sko Nei, Við erum hann að er- gefa honum Nei, þetta getur verið persónulegt Hann er með Ramsay Hunt sjúkdóminn sem er svona taugahús sjúkdómur Er það helvitis mítill dæmið hana? Nei, hann fekk það líka held ég held að þetta sé ekki tengt því Að byrju, hann var daginn, þá var hann bitinn á skóamilli Það var fyrir alveg 2 ára eða 3 En ég held að þetta sé eitthvað annað sko Stjöfut, greið Þú voru að passa það á mýtlinum Já, Hann er í mósón Steindi sko er mjög hrættu við Já, mítið Já, sko. ég er svo mikið í frisbygólfi. Þegar diskand mín er farin í runna þá skilja ég þá eftir. Ég fer ekki eins og að sækja á. Ég skítrættu við mítinu sko. Ég er ekki í það, við vorum bara skemmt einhvers veginn, ég vildi, hvar var þetta áttur? Ég hlósa mikið að þessu, þá vildi ég stytta með leið, bara í gegnum svona runna og runnin var ekki neitt og Steindi bara svona, já ok, og bara lappa út með skóa mitt í bakinu, ég bara, hvað ert eitthvað? Hann er svo nájað. Já, En ég meina, varst í fötum, varst í stöðbuxum? Ég var í fötum. Já, þú ætla að vera með Það stingur þig ekki, að setur ekki hausinn í gegnum jakkaðin sko. Nei, málið er að ef ég sé runna sem er frekar þéttur, ég fer ekkert að leika mér upp í gegnum hann ef maður væri bara í nei. Hvernig gengur í fyrstbúrgólund? Er það jafn slakur og vasti? Ég náttúrulega var sko úlingameistar í byrjunarflokki. Nei, ég var hérna í 3. sæti í byrjunarflokki á Óla Ljóta. En þú varst Já, alveg úlingur þar og En varst eftir búin að festur. staðina, svolítið eins og því gaming world Já, ég myndi segja það og ég er náttúrulega Frisbeegolf er alveg skemmtilegt. Það er ekki ekki sko, en ég hef ekki spilað lengi sko, ég fór með félagið minn daginn tring og Slagur já, Svo ég er- vinna í þessu. En svo er líka sko næsta slúður tengist svolítið líka Bieber fjölskyldunni ég er að tvinna þessu saman því að leikosöngur hann Selena Gomez er aftur orðin stærst allra kvenna á Instagram Já, og fór þar fram úr Kylie Jenner hann úr Kardashian Já, hún er með 393 followers sem er helvíti hart og Það er heldur mikið en það eru sögusagnir að Hailey Bieber, konan hans Justin og Kylie Jenner sem var stærst á Instagram þær eru sakar einelti gegn Gomez og það hefur verið fjallað það í nokkrum miðlum og
og þeir segja að það sé ástæðan fyrir að Selena Gomez sé aftur en stæst því að fanbase hennar og fleiri bara flyktust og náðu í fólk. Veistu hvernig þetta einhelti er búið að vera? Nei, tekki það ekki. Og þetta allt skrítið. En myndið hvað strákar, nú er Instagram og Facebook að fara að rukka fyrir posta. Já, nei, bara rukka fyrir að vera með svona blátt. Já, þú þarft að borga mánaðagjald og þeir að byrja á þessi Ástralíu og ef þú borgar ekki þá sér engin neitt sem þú postar. En ef þú verður áskrifandi þá heldur fólk áfram að sjá það sem þú postar. Þetta er mjög hættuleg. Er ekki svona í að þau komið með þetta á Ísland? Það er að heyra með á nettinu sko? Já, eitt ár kannski. Ég veit ekki, þeir eru að prófa þetta. Borga fyrir þetta. Zuckerberg er að breyta $1 í 2 sko. Þannig að basically þú veist að mennilegt fólk sem er bara fylgjast með vinum og ættingum hættir algjörlega að sjá allt og sér bara einhver þú reynda að ferða alltaf svolítið í eiraða frekar nökla sko. Þetta sé ekki alveg svona kannski. Ég myndi að bara ef mamma mín væri bara á Facebook eða Instagram alltaf að skoða hún sér bara John Turner og Kiro. Hvað er strákurinn að gera? Hún sér bara töskur og reels og það var veistla fyrir hann og segi bara Kiro og já, það verður mjög Turner sko. Það er mjög interesting að spá í þessu. Næsta slúður, Madonna er víst komin á fast aftur. Hún var í sambandi með einum 23 ára fyrirsætinu Andrew Darnell sem er 23 ára. Hún er svo ungu feskum og horni í gæðum. Hún er að cougar og það var 41 ára á milli þeirra en hún er núna búin að minka bilað eins. 40 ára munur. Já, hún er byrjuð með boxara sem heitir Josh Popper. Boxara í standi. Já, og hann er 29 ára, þannig að það eru 35 ára á milli þeirra. Myndaðum saman. Er hún kvenkins, Leo? Já, svolítið. Nefna, veist, hún allavega leifir kallmennunum að verða eldri en 25 ára, við gefum henni það. Já. Hvað er boxarinn gammal? 29. Hann er 29. Já, 29, já. Hún er tölvöld eldri en Leo. Já, ég ætlaði að fara að segja það. Sko, Madonna er gömul og mamma. Já, mitt. Bara upp á ár held ég. Hvað myndi að gera að mamma myndi byrja með einum alveg gler stífum 23 ára gæði í rúmfattalagarnum og dínalagarnum bara aldrei verið betri. Myndir ekki bara að peppa það? Ég veit ekki hvað er að vera gler stífur 23 ára. Ef mamma myndi byrja með 23 ára uppkvæmum góðir á myndi ég myndi taka hann á smá tal. Það verður bara viðkennast. En finnst það óþægilegt að það væri spilakvöldi á blöðurnum og mamma kæmi með 23 ára einum gler. Ég get staðfesta hér upp á börnum minni. Ég myndi bara ekki mæta í það spilakvöld. Akkur ekki. Þú veist þetta er orðin hálfpappiðin sko. Já, bara sem betur verið tekur mamma og þroska en þú myndir alltaf þurfa að kalla hann pappa sann sko. Ég meina hún er að díla með þetta. Hún er ekki börn Madonna. Jú, sem eru bara sko, dóttirina var eldri heldur en síðast kærasta. Family dinners er hún að þau eru að hitta. Já, en svo náttúrulega við verðum samt að gefa henni það. Þetta er Madonna. Mamma er ekki alveg Madonna. Madonna hún er mest spiluð heima með mér. Madonna, segir hún dýrkar. Hún er að fara á tónleika minni í október. Ég er tím Madonna. Ég finnst það bara gegn ég bara alist upp með henni og Jackson og eitthvað. Þú veist hvað hún hefur gert mikið fyrir margar baráttur og hún er bara góðsögn. En Líta, þú veist hún lítur út þessu kött. Hún er kannski farið 2-3 og mikið sko. Já, fólk á til að fara svolítið overbord í þessu. En sko, ég held sér vítarhingur sko. En ekki það, ég meina ég var Jackson aðdáandi. Það var ekki eins og hann var að gera gott mót í Líta aðgerðan. Nei, það ferði á þetta lag eitthvað. Hann var eins og köttur líka en á allt annan hátt. Það er eins og bara sikur típa. En svo er þetta líka, ég held þetta sé ekki sko, því að það fyrsta sem maður hugsaður er svona ok, fólk er alltaf að reyna að halda sig ungliðu sem ég held að sé þetta mjög oft sko. En svo held ég líka að þetta sé oft bara svona að fólk vilji bara, ég vil bara líta allt öðru út sko. Þú veist eins og segjum að þú myndir vera allt inni bara strákar. Ég er bara búin að ákveða, ég ætla að skipta nef og höku og augu. Ég ætla bara að vera hérna í þettinum og ég er bara I feel like it sko. Maður veit ekki hvað má segja á þessum dögum en mættu þið ekki pikki í mig og segja bara hættu þessu. Væri ég þá að segja bara herðu geti ég bara farið í miðla og sagt að þið hættu þið ekki skoðunum mínar. Megum við gera það en þá myndið þú náttúrulega segja bara slakað á maður sko góða lítalækningar svona góður lítalæknir er svo sem lætur engan taka eftir því þú vart hjá lítalækni sko. Já, þá veistu með álur. Það er ég alveg sammálaðir. Já. Og maður sé svo mikið af þessu sem er bara hvað er að gerast. Ef þú ert basically að fara að taka bara 5-10 ára af þið þá á það að vera þannig. Sko eins og Jennifer Lopez, lítalæknir hennar á að fá að goddamn race. Já. Meðan að Simon Cowell og Madonna þurfa að switcha lítalækni í hvern.
En svo held ég þetta sé líka bara að Jennifer Lopez hún drekkur aldrei áfengi, hún alltaf fann að svo, ég held að hún lifi leiðilegu lífi alltaf með að við fær hún sér ekki í glas af redd Nei, aldrei drukkið Þetta gamla góða bara sofna snemma og drakka byggja vatni Já, bara hennar lífi bara þannig og hefur alltaf verið En hún með fyllibittu samt í sambandi Já, hann edrú í dag, Ben Affleck Þannig að ég veit ekki Mástu þegar hann splæsti The beer from Batman Já, við hefum sagt það nokkur sem The round is from Batman Ég vil að vera þarna þegar hann sagði þessa línu Ég væri til að leika Batman eitthvað Það er rosalega Já, það er helviti líklegt Hefur verið sköllóttur Batman? Nei Í hálfurinni? Og ekki heldur sköllóttur Superman Er einhver sköllótt superhetja? Svona, come to think Jú, hvað er hann að stóri Jó, rauðigægin í Marvel sem var með steinin í enninu hann gerði og lítið Hann var bara steinagurinn Já, hann var bara svona sköllótt Hann var bara með steinin sem er alltaf bara svona grjótur Nei, hann er bara svona rauður í framann og ekki með neitt ofurkraft held ég Hölka með hár þegar hann er vennilegur Já, hölka með þykkt hár Við hljótum að fá okkar hitja einhvern mann með sköllótta fólki Já, en samt heldur lélega þess manni að það sé engin svona sköllótt ofurreitur sko Ég gæti þurft að senda Marvel post bara núna meðan við höfum auðlýsingar Þannig að sem að Jason Statham gæti bara ekki tekið við Batman í Hollywood út af hann ból Nei, svo býtu, en það hefur verið sköllóttur Nei, Sean Connery var náttúrulega með hár þegar hann var James Bond Herðu, jú, það var alltaf Dr. Evil ekki sköllótt ofurreitur Nei, ég tala um James Bond Já, Dr. Evil var sköllóttur Já, hann var ekki James Bond Herru, fyrir auðlýsingar Til að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við Steindi erum í klefanum og erum að fara í eitthvað sem við höfum ekki gert Ég held að við höfum bara aldrei gert þetta áður, Steindi Nei, ég er svona náttum á því hvað þetta er nákvæmlega Já, og kannski verður þetta ekkert Nei En við höfum ákveðið að prófa að það var ungu maður sem á bróðir sem að býr í blokk bróður hans sem er hund og það er vist einhver maður mjög ósáttur með þetta í blokkinni Ekki í stöðu varandi hundin? Nei, þannig allir aðrir í blokkinni eru vist sáttir Já, maður hafa gaman á hundum Og hann baði okkur að hringi bróður sinn og þykjast vera frá búsettu og láta eins og að fólk sé óanægt með hundin Já, ok, hundurinn er búin að vera með vesen Nei, hundurinn er nefnilega ekki búin að vera með vesen Nei, já, það er alltaf á tíu með hundin Það er alltaf með tíu, en það er vist einn gaur í blokkinni sem er bara ósáttur við að séu hundur Já, hann vill ekki vita á honum Nei, þannig að við eigum ekki bara að prófa þetta og ekki bara að þykjast vera frá búsettu og ringi mannin Bara syngdu beint í hann og bara fá að hreint hvað máli snýst Já, tjekkum á sem Halló Já, er það Hans Sævarsson Já Komdu sæll og blessaður Ólafur heiti ég og ringi hérna frá búsettu Já Hvernig heiti ég á þig? Herru, ég er á smá fundi Get ég náð í þig bara eftir kortir í eitthvað staðar? Já, þetta er að búið að berast kvartan út af hundininu, vissur af þessu það? Ég get nú ekki verið að nefna neinn nöfn Hann er svo eini Nú, hann veit meina hans með undirskriftalista frá allir í blokkinni Hann er náttúrulega bara rugglaður sko Ég er með undirskriftalista frá allir í blokkinu það að ég fengi samþykki fyrir Nú, hann veit meina Þetta er maður sem er að skipta sér af því hvar fólk á að leggja bílón sín Já, ég fekk ekkert svoleiðis frá hann, þetta var aðlútað þessum hundi Já, en hann er að skipta sér af því hvað við hinn erum til dæmis að leggja bílónum okkar Já Og þú veist ég er með undirskriftalista frá öllum í blokkinu það að það sé leyfi fyrir hundi Já, þú ert með hundi í blokkinni Já, af því ég er með undirskriftalista og samkvæmt ströngustu reglum þá bý ég með íbúð með sér inngangi og þarf ekki leyfi til þess að gera þetta En, og eru mikið læti í hundinum? Nei, svo langt frá því sko Við getum alveg sagt Get ég hringt í því eftir bara svona tímyndu þannig get ég klára fundin Já, ég er nefnilega að klára eitt annað hérna að því þarf að senda þetta þá inn en þú vilt menna sér ekki læti í hundinum Nei, svo bara langt frá því Ég er búin að vera með hundin í 6 vikur þegar hann hélt að hundunum væri komin í fyrsta skipti og upplifði eitt gelt af því að það var opin svalaverðin hjá mér Hann sagði að það væri svo mikið læti í honum Það er bara svo langt frá því Það er bara svipað og ef ég ætla að fara kvart yfir því þegar hann er að labba upp í þessu sko Já, en slapp í gólfinu sko En listin sem hann er með af fólki sem vill ekki hafa hundin Ég veit ekki hvað listi þetta er því að ég er með lista frá öllum nema honum frá því að áður en ég tók hundin sko Já, en er einhver svona meðan við erum að rannsaka þetta einhver staður sem hundur getur verið á meðan? Nei Nú Ertu að segja mér núna að hundurinn þurfa að fara út á meðan þeir eru rannsaka? Já, það geti hann er svo ósáttur sko Já, hann er ósátt sko, hann skiptir sér aðeins hvaða jólaseríu ég á að setja pallið minn sko Já, það er nú kannski ekki okkar vesen sko Nei, ég er að segja þér bara hversu
smámunasamari sem maður er. Já, ég skilði, þannig að það eru leiðindi að ykkur á milli. Það hefur bara ekkert verið að minni hálfu, honum fannst ykkur jólaljós ekki ganga í takt við blokkina, þannig að ég bara breytti því til þess að hann geti verið glaður því. Þessi maður bjó í blokkinu þarna hliðin á og þar var haldið partí þegar hann flutti burti, sko. Já, ég skilði. Já. En við þurfum að halda því alveg til haga að reglur í fjölbýlishúsum, ég fór eftir algjörlega þeim og talaði. Já, ég er náttúrulega bara farið yfir búsetureglur, sko. Já, en búsetureglur ganga undir reglur húsfélaga, almenna húsfélaga, og þar sem að það er ekki þinglistu samningur það að dýrahald sé bannað í blokkinni og ég er í sér inngangi þar sem ég þarf ekki að fara inn í sameign. Já, en svona bara meðan að við erum þá að rannsaka þetta og komast til bottsins, þá getum við þurft að fá pössun fyrir hundin á meðan á hóteli þá eða er ekki inn í fjölskyldu sem getur gengt hann fyrir þig? Ég er mögulega, en það, þú veist, sko samkvæmt reglum dýrahald í fjölbýlishúsum, þá þarf ég bara 2/3 samþykki, en ég fekk samþykki frá 17 af 18 íbúðum. Já, en það er náttúrulega erfitt að hann er að segja að hundurinn haldi vöku fyrir allir í blokkinu, sko. Hann bara lýgur. Það er alvarlegt mál. Hann lýgur þessu. Hann segir hann gelti stanslaust og sér kólvillast. Hann bara lýgur þessu. Þetta er bara eðli þessa manns að töða yfir öllu ef það er ekki farið eftir því sem hann segir. Já, hann vil láta lóa honum. Ég get sagt þetta bara núna. Ég get bara sagt það þarf að lóa þessum manni, sko. Já, en gætur þú komið og hitt okkur? Já, ég skal gera það. Hvar getur hundurinn verið svona meðan? Við hittumst í vikunni. Ef ég segi við þig að hann sé að fara algjörlega, hann sé gargandi öll kvöld og ég sé með samning frá öllum í blokkinu, hann sé alltaf gargandi, myndi hann þurfa að flytja út úr blokkinni án þess að það séu sönnunir fyrir þessu? Við getum ekki að fara að líka manninu við hund. Nei, en þetta er bara sambarlegt. Já, en hann er að borga sína leigu, hundurinn er ekki að borga leigu við það. Hann hefur ekki haldið. Við getum ekki farið með þetta út í svona vitleysu. Hann borgar leigu, hundurinn er ekki að borga leigu við það. Ok, en hundurinn fer ekki í pössun fyrir að það sé komið eitthvað lögfræðilegt álit þess að hundurinn þurfa að flytja út, sko. Hvernig hundur er þetta? Þetta er minnsta tegund af hundi sem þú getur fengið, held ég, hérna á landi. Það heitir Babylon. Já, og eru svona mikið læti á hann? Sko, við skulum bara hafa það þannig að ég valla heyri ég heyri ekki í hundinu þegar ég er inn í herbyggi með lokaða hörð og það er verið að leika með hann fram mig. Men hvað okkur er hann þá svona ósáttur? Af því að, eins og ég sagði þér á hann er að skipta sér að því hver á að leggja í hvaða stæði. En í hvað stæði er fólk að leggja þá? Það er bara spurning. Er þið búin að fá hann að lista frá honum það að allir í blokkinu sé að tala þetta? Nei, hann er með 10 manns á lista. Og þau eru búin að fá þennan lista? Nei, í rauninni bara með bæði tölvupósta og símtal frá hann. Já. Ég talaði við hann rétt á hann. Já. Og hann, ber þið nú ekki fallega söguna heldur, þannig að þetta virðist vera bara svolítið ykkur á milli, tekja orð gegn orði. Hann ber mér ekki fallega söguna? Nei, hann vil meina að þú sett mjög erfiður og hundrið sér kolvillus. Já, ég ætla bara að segja greiði maðurinn, sko. Já. En þú getur komið og hitt okkur í næstu viku? Ég var bara held til að koma hitt ykkur núna eftir, sko. Já, hvernig erstu 3-leiti? Ég er bara góður. Já. Kemur þá bara upp á Suðurlandsbraut 14. Suðurlandsbraut 14, það verður fluttir? Já, við erum hérna upp á Sín. Kvöldu Stefán Ífum blöð. Verður bróðin byrja að hilsa. Veistu það, Auðun, ég er búin að pæla í því eftir mínútu. Ég veit að hann líkur Auðun í Blöndal. Ég gleymdi að breyta röndil í byrjun bara, ég svo skeit á mig. En hvað er það svona erfið nágranniðin? Þú getur verið að bípa nafnið hans. Ég ætla að byrja að þú verður að klippa út allt því að slendu manninn maður. Sýntalið döitt. Við bípum nafnið hans, ég lofaði því. Ég heyri þér og bara áfram gagn með hundin og passaði hvað þú leggur. Ég heyri þér. Bye. Herru, þetta var, við gerum þetta nú ekki oft, Steindi. Sem að við tökum, símat að beinuði frá fólki. Já. Hann greina búin að vera í blokkinu með hundin. Já, er þetta ekki bara saklausar nákvæmlega erjur? Já.
Bara einn jager og allir slagir. Hvað er að gerast þenni blokkinni? Menn þurfum bara að passa hvað jólaljósið eru með og hvað er að leggja. Já, bara stæði jólaljósið, þetta er bara einn jager og high five sko. Það er þetta að klára þetta. Við förum átna og við gerum gott úr þessu. Já, FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Það er hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem færi ykkur FM 95 Blu hér á FM 957 og drengir, við vorum að ræða, það eru mánaðamót, það er, já, veist, maður er líður eins og sé bara mitt sumar að því að það er 5 stiga hiti og bjart úti, maður byrður ekki mikið á Íslandi. Og já, helgin er líka bara risa stór, það er Eurovision, úrslitakvöldið Eurovision og svo er Manchester United Liverpool á sunnudaginn. Og það er Keiluhöllina, þá getið bókað borð þar til þess að horfa á leikinn og fengið ykkur einn ískaldan Túborg Léttöl. það er rosalegt. Já. Það er þetta söngirnir á morgun. Já. Þetta er mikilvægt sko. Haldið með ykkur hana? Ég er alltaf Eurovision buff. Já. Þú veist, ég elska, þú veist, þegar það komið mæ og Þú og Hjöppir er svolítið okkar menn þegar það kemur á Eurovision. Já, mætti í steik og raut og Eurovision, það er ekkert eðlilega skemmtilegt kvöld sko. Elska það. Já. Ég veit basically bara að það lag, ég vil að lagi vinni sem á séns á að komast áfram úti. Hvað er besta lagið? Mér finnst svona heilt yfir nokkuð góð gæði í þessu sem er eftir. Við viljum fá lagið í aðalkeppninu. Ég tók reynsli á þessu, ég búið fengist ákveðlega með þessu, tók reynsli í morgun alveg sko 2 svara öllum lögum, stundum þetta að hlusta á lög nokkuð sinnum til þau can grow on you. Eina vandamáli er að þegar fólk er að kjósa í mæ þá fara það lagið einu sinni. Já, Eurovision er svolítið þannig, þetta þarf að náður í fyrstu hlustun. En sko lagið sem svolítið, þú veist, það er nokk sko, ég veit ekki hvað maður að segja. Is it true ennþá besta Eurovision lag sem við Íslendingar höfum sendt út? Það er mjög gott. Is it true? All Out of Luck, eitt lag enn. Þessi 2 eru náttúrulega Það er alveg lögst að nefna. Ef ég yrði bara at gunpoint þá myndi ég segja is it true. Sko ef þetta norska röst með feðluna hefði verið að gera eitthvað annað hann að þetta árið Það hefði vunnið sem var alltaf leiðilegt að lasa ég heilt sko. Það heit hann Ræbak eitthvað eins og Chasey Ræbak. Mér fannst þetta, ég hef rosalega gaman líka hatara sko. Fá smá rock í þetta sko. En mál er að, en hvernig er það? Viljum við vinna þetta? Sjálfsögðu. Nei, ég meina, getum við unnið þetta? Já, hörru við, sko Hvar myndum við haldið þetta? Ísland drullar pening. Hvað getum við haldið þetta? Ég meina, Backstreet Boys er á leiðin til landsins. Við getum haldið það er oftir að tala um þetta samt sko. Ég er ekkert coming from me. Þetta er bara svona þekkt mýta. Þetta er bara kórinn. Að við þyrftum að gefa þetta frá okkur. Sást nú bara hérna, sko það var bara þorrablót hjá Kópavogi í kórnum. Það var rosalegt. Ég meina við getum haldið, það er ekkert mál fyrir Ísland að halda hérna eitt júró. En það sem maður hefur heyrt allavega er svona eitthvað að þetta sé svo dýrt, vindu við vilja, þyrftum að gefa þetta frá okkur. Maður hefur heyrt þetta gennum tíðina. Ég er ánægður að þessu er búin að slá á það. Það er ekki kringum að sjá hvaða fólkstendi. Ef fyrir hendi þá getur alveg haldið þetta. Hafið þið aldrei heyrt þetta, strákar? En þú átt að því að Ísland er allir saman, þú ignoraði töðið hérna í fjölmiðlum nokkra daga og súmaði hans út og þá sérðu að Ísland hefur þetta heldur gott. Harpan geti haldið þetta. Já, 17 það er alltaf lítið þetta er kórinn Egilshöll Harpan. Hvað eru margir á ívendinu? Já, það eru 15.000 manns eða eitthvað, 10.000 manns. Það er alveg svona margir. Sér ekki kallaði asshole sko, það gerði mig að smá reyðan. Ég var að hlusta sko, þetta er krefjandi. Ég myndi svona, mitt faglega giskar að Dilljá með Power taki þetta á morgun. En svo er samt Sigga Ósk með geggjaðarödd hérna og líklega a close second og partígrínan er langi sel og skuggarnir. Helviti catchy líka. En sko, málega svona mitt faglega, ég var erfitt með að fullira hvað vinnur þetta. Við höldum ekki meðninum, þannig að það er bara megið besta lagi vinna. Já, við bara erum ekki nokkuð peppaðir. Jú, með þeim orðum ætlum við að fara í spurningkeppni Gilsarans og já, alveg rétt, við vorum að reyna að rifja upp bara hér í byrjun þáttar hvað snobb er og hvað er þetta ekki, King of Snobb? King of, being a snob eða King of Snob. Ég sé hvergi hérna hvað er margir sem mæta í höllina hérna. Það við værum bara. Ég var að svona 10-15 manns. Já, ég var að tjekka bara hvort þetta væri. Jú, ég reyndi að finna þetta út sko, en það kemur bara hvað með að vera margir á sviðinu og svona reglur en. Er þetta ekki haldið í Liverpool núna? 38.000 manns eru cirka að mæta á finalin. Það væri pínu erfitt hér, en samt við getum alveg með 20.000. En við getum verið með, já, það ekki. Þú mátt reynda sko kórin kannski bakkar ekki upp, fólk situr ég held nefnilega að þú veist keppnin standallir sem er að fylgjast með ég held að keppnin sé bara með skilur samning, þú veist, ef þú ætlar að halda þetta þarft að geta tekið á móti x-mörgum og jari en við vitum þetta, við erum í vinni útvarpsstjórar við getum ekki allan að haft þetta í ykkur 500 mann sal í Hörpu því miður svo er líka bara að byggja nýja svo er þetta byggja bara nýja við fáum fullt af fólki með
smíða bara leikvang. Já, svo koma túristar með og við fáum eitthvað í þjóðabúið með 40.000 manns. Við skulum fara í eitthvað sem að við höfum vita, við höfum ekki eins og vita á því því við veitum ekki hvað snobb er. En nú kemur ljós bara, ég veit að þjóðin að bíða. Hver er með snobbhaus? Máli, ég er með 10 spurningar, ég veit að þetta er full mikið. Ég gat bara ekki kötta þetta niður. Þannig skal reyna að hafa aðeins meira tempo málilega. Ertu það snobbaður að þær út að borða á fine dining veitingastað lágmark 2 í mánuði? Nei, ég næ því ekki. Nei, ég held ekki. Blöð, þú ert helvíti. Það er engin vinur með duglegir en þú að fara út að borða sko. Ég myndi segja að vera einu sinni í mánuði. Ef ég er honest, ég er ekki að reyna að taka mig stig. Ég veit að þetta er helviti nála 2 það ekki. Mér þú alltaf vera á apotekinu eða einhver staðar? Nei, það var bara að því vorum að klára tónlistina. Ég tippa að væri svona 6 til 8 sinnum á mánuði út að borða. Það er eitthvað ruggla. Nei, bara ég er ekki að meina bara alltaf einhverju mökki, bara út að borða. Já, nei, það er bara því miður, ég var í til í það. Það væri meiri líkur að ég ætti ekki börn. Nei, Steindi, þú Steindun oftast með mig þegar við finnum þetta að borða. Nei, ég nefnilega fyrir Hvað er þetta að lesa núna? Sjótt að lesa ykkur? Já, þetta er bara snobb er svo aðtöfn að viðra sig upp við fólk sem tala æðra af þjóðfélaginu á einhverjum aðstæðum. Til dæmis, ríkari, betri, greindari eða mentaðari. Þetta er eitthvað svona ekki greindari, ekki ríkari. Þið viljið basically vinna þetta. Þú getur hendi mentasnobb, það er líka þetta snobba, þú getur snobba fyrir einhverjum eða þetta er Þið viljið pakka þessu saman. Ef ekki segja þetta sé fína fólkið í gæsalöpum. Þið eru fína fólkið. Áttu eitthvað málverk sem metið á meir en 1 M? Nei. Já, við sögðum það hérna strax í byrjun. Við erum snobbaði menn. Ég held ég væri með punktað okkur þarna. Hvað heldur við bara? Ég oft verið með eitthvað herrakvöldu og menn er að bjóða Rakel á rosalega mynd innramæði. Ég veit nú ekki hvort sem myndin á miljón. En það er sko Pele að taka hjólhest, búin að árita myndin og ég ramma. Ég veit ekki hvað það er 1 M þar. Ég veit ekki, en ég águst Rakel á hann. Maður getur keypt alla fjandar samt á Amazon og svona áritanir eru ofmetna. Þú er bara, þú veist svo mikið að shit svo hendur, þú ert hellinga drasli sem er. Ég er samt Pele, þú veist, þetta getur alveg verið við mig sko. Já, þannig að þegar það er 0-0 drekkur bara rauðvín og flöskum eða drekkur líka stundum að belju? Ég fengi mikinn skít fyrir það og ég tek beljun og skammast mér ekkert fyrir hann. Ég er með beljun í ískap núna. Það er ekki mikið snobbið því. Sko þið erum að koma bara heldur vel út. Mér finnst nefnilega að beljan geggju það því að eins og blöðsir, það er svona stundum svona, ég var að opna aðra flösku. Ef ég er með matabóð, þá er ég ekki með beljur, ég skal alveg viðurkenna það. Þá passa maður nú að vera með ágætis rauðvín og allir og flösku nema bara að klárast, þá kannski farið í einhverja beljur sem er til. En ef ég og Rakel bara 2 heima á 15. kvöldi ætlum að fá okkur rauðvínsglas, þá bara fyrir við beljuna. En hvað er að ég að draga fram einhverja belju í matabóði? Sveppi sem að safnaði hlandi og drekkur úr sér svitan, gæti ekki drukkið úr belju. Nei sko, ef að Liam Neeson myndi setja byssu ennin á mér í ríkinu og sagði köftu belju, ég myndi ekki gera það sko. Í alveg? Það er þú snobbaðast þér á hann? Og kaupið flösku og drekkur ekki úr belju sko. Hvað er að því? Og bara kaupið flösku. Nú er ég mjög virtur á við Vino appinu sem er svona það er svona rauðvín sérfræðingar heimsins eru þar að snjallum rauðvín. Hefur við vín og belju? Ef ég myndi setja beljuðar inn, ég er þið fæg. Það kemur svona, þú ert ekki lengur inn á við vín og nú, það er hvað það. Þú reytaði belju hérna í lögðaðinn sko. Já, er ekki þetta að fá fínt rauðvín í belju? Nei, þetta er svo getur fengið fínan landa. Skilur þetta sama spurning svo landakröðast það er kefti landa ég menn ef hann er heima og gerði búin til í góðum bílskur Sérðu Arnar Gunnlaugs með belju heima á sér? Nei, enda hann er snobbaður en samt setjum sko bara heimsborgari ég segi ekki Arnar Gunnlaugs er snobbaður sko en málið er þið eru eins og staðinu núna eru þið hvoru í snobb? Nei, bara mér finnst ekkert þið eru meina kalda heima núna 0-0 ég finn ekki mikið núna rauðvin og belju og flösku þið þurfa bara að fá punkt sko gengur í Versace eða ertu svo gómur í boxer? Boxer hætt að segja alltaf ég er bara að spyrja okkur aðeins 15 stundum hvað er allir? Ég er bara spyrja okkur aðeins hvernig viku stendur réttu með Celsius en sko við erum ekki samt í svona boxer skilur það fyrir eftir hvernig ég er ekki Joe boxer ég er að segja þú veist það er ekki daninum boxer ég er að segja hvernig boxer ertu í mjög víðum, smávíðum eða þröngum eftir nýþröngum bara nærbuxur sko allir saman hvernig þú reynir að smíða þetta Steinþór ef þú ert í boxer
Þú ert ekki sexy Við margófum að ræða Er eitthvað að því að vera í Calvin Klein? Ég er bara til dæmis núna, ég er Calvin Klein-ari, sérðu? Já, veist það svolítið bara svo rauðu beljan Svo beljan Þá er ég skammast minn ekkert fyrir það að vera ekki snobba Það fer í ríkið í Calvin Klein bóksöfnuðinum og nærðir í belju versus Rúrik fer í Versace Þarna varstu bara að lýsa föstaskvöldi hjá Öðunni Blönd Hann fyrir Calvin Klein arbúksum og köpum sér belju Calvin Klein er rosa eitthvað að fara út og taka 9 hólur sko Já, sem ég elska líka að gera En ég held að einhvern tímann munið félag að ranga við ykkur í Versace Já, ég kaupið þær einhvern tímann bara fyrir Þetta er svona, er þetta ekki gólvaran nærbúksunar? Nei, bara vennilega nærbúks Það eru næsta spurning Ertu það snobbaður að þú ert með hreindýrshaus upp á vegg heima hér? Eða í skúr úti Nei, það er ekki í skúr Segðu það Já, sko Eða í skúr úti Já, ok, segðu það líka Eða í skúr úti Nei Hvað ertu búin að henda þig? Býtu, henda hverju? Þú varst með hreindýr, við vorum í ammalinu Var ég með hreindýra haus í skúr úti? Já, nei Það var með hotnin Það voru einhver gömul hreindýra hotn í útigeimsli Já, þá er þetta stig En hvað með hreindýri sem er á veggnum inni? Nei, spurningi var hvort það væri höfuð af hreindýri út í skúr Ok, breyttu sér hotn Hvað með hreindýri sem er inni Þannig að fyrir ofan eldhús Það er hann á veggnum þar Er það talað bara áðurinni kefti og var bara einhvern tíma nöðru fólki? Já, það var örugglega klikt sér Þú vart að fara að breyta spurningunni Hefur verið hreindýr hangandi 0-0 Hann þarf bara umorða svo lítið til að vera að fá stig Það eru 5 spurningar búin 5 eftir, þetta er mjög spennandi 0-0 ennþá Ertu það snobbaður Ammalitt er yfirleitt haldið á Luxury Hotel eða Hörpu eða eitthvað álíka Luxury Það gerist einu sinni 3:40 já Það er ekki yfirleitt Býta þess, nú hefstu upptalning Þú bauðst gilsanum í The Penguin Suite á Rangá 40 og síðan bauðstu í The Greenhouse Ég meina þú borgaði gistingur og svo fylltur Hörpu Já, það var 40 Þetta er 3 koncept Þú getur ekki verið 40 þrisvar Jú, ég held upp að fertugsamali mitt yfir helgina Svo átti ég alvöru fertugsamali á þriðjudegi og þá fór ég á hótelið Ég var með 2 ámali Sikkóð druglaður Ég ætla ekki að leðilega Það er snob feelingur yfir þessu blöð sko. Þá tek ég punktinn. Hversu margir taldi upp á ammali sitt í Hörpu Og það er líka ekkit eðlilega að fyndi Þegar vorum að tala um þetta eitthvað í júli Ég lendis í júli og gera eitthvað Nei, ég fer ekki, ég á ammali þá Hvað er þetta að fara að gera? Hvað ertu gammal? 4 eftir, 1-0 fyrir blöð Það verður út í útlöndum Það hefur verið að ferðast á sagaklass eða ertu svona almenni gómur í monkeyklass? Ég hef ferðast á sagaklass, já Er það ekki? Sko, Stendi, nú þarf þú virkilega Ég hef ferðast að setja þér stand Ég líka, ég hef ferðast á sagaklass Þú verið, hún er ekki að vera aftur í með lagum að það Ég er svona 95% aftur í Ég hef ferðast Þið viljið ekki vera aftur í Ég hef ferðast Það er áður ógeð, stutt í næsta sæti og er ekki free wifi Ég á 2 ferðir í sagaklass Já, en okkur er þetta ekki bara alla ferðir þar Af því að ég bara á ekki þannig penning Ef þú vilt fá hreinskilin svart Þú veist að það er ekki allir á sömu tekjum Þú ert snobbaðastur og ríkastur í F9 blöð Þú ert ekki í þessari spurningkefni og séðum bara spurningar 2-1 í blöð Ertu það snobbaður að þú ert með heitan pott út í garði hjá þér Úf, nei og síðan í svega setja venjulega þarf fólk að fara í sund eða í gimmi til að fara í pottin, ekki þú Nei, ég er ekki með hann Og Steinþór, ég þarf að fá hreinskili svarhauðu núna Já, ég er með pott Er það ekki? Það var þetta út í honum Það er svo sett í fílu Það er út í garðið átt með red wine út í pottinum, silkislagur Nei, ég sé reyndar ekki oft út í garðið með red wine Jú, þú sendist nöpp Já, ég tek nú kannski með Ég yfirleitt tekið með mig 2-3 bjóra og brainstormans í pottinum Það er 2-2 og 2 spurningar eftir Þetta er ekki verið svona spennandi lengi Steindi þarf að taka sigurinn heim núna Já, ég haf fyrir eftir hverju mann ætlar að gefa sigurinn Sko, ertu það snobbaður og það mikill lúksuskall að stundaru samlíf í hádeginu Jú, yes Þú ert að vera Þú sagði það þess að sjálfur einn eins og Nei Þú sagði að þú hafi stundað samlíf í hádeginu En þú veist, það getur vel verið Þú ert svona Það var stig Nei, þú ert svona hádegskall Nei, það gerist einu sinni Það vita það gerist einu sinni Já, þú ert svona skilur Ef þú hefur stundað samlíf í hádeginu þá er að segja já En af okkur þrejum Þá ert þú eini sem er svona Herðu, ok, ég ætla að fara Þú fóst svona heim í mission Ég var bara heima hjá mér Og bara þessi umræða er að tryggja það að þetta gerist ekki aftur næstu 3 árin Því þetta verður ekki gest í 3 ár Þú eru búin að yfirleikta fyrir Nei, þú sagðir þetta í þættinu Egil spurði eitthvað, hefur aldrei gest í hátinu á þér? Þú sagði, jú, það er nú gest Þannig að þú lítur að fá stig þá En sko, ég reyndi að tala hátinu Ég held að þetta hafi nú hjá flestum sem eru kannski
Það sem var impressive þig, það var hátíð og virkum þig. Já, það flestir, svo einn alveg borgar kannski farið hátíð og lausun. Þar kannski, núna er ég heiðalögur. Það var bara mánudagur, fólk er bara nú er ég heiðalögur. Þá varst þú á baki. Kannski ég hugsi náður ekki að þetta er virkur. Nú er ég engin meiri í þessu leik en þú Steindi. Þú tekur stig þú viltu ekki. Steindi að banna að svindla sko. Ég er að segja, ok. Hann hefur sagt í þessum þætti að þetta við gesti á sig. Heiðalögur. Ég er alveg sammála. En nú ætla ég að vera heiðalögur. Eftir hann bætti við virkum, þá bara mann ég ekki, skilur, nei, ég meira bara tala svona, þú veist. Ég held að hann sé að meira tala sko, þú ert eitthvað hérna senda á gömlu og já ok, ég kem bara þetta var ekki þannig í 100% sinn. Þetta var bara spontant. Málega passion blossaði upp. Þegiðu maður og taktu síðustu spurninguna maður. Shit hvað það var reyndandi maður. Það er ein eftir. Það er 3-3. The passion sprakkur. Komdu með síðustu spurninguna. Mánudagur sko. Ertu það snobbaður og þú getur ekki hugsað þér að keyra öðru en 20 milljóna króna bens? Ég er á BMF þannig að ekki fæ ég stið þarna. Eða BMF. Það skeitt að þig. Það er 3-3 því að þú hefur gert það í hátteginu sjálf. Það er 3-3. Ég tekur sér ekki skil. Þegar þið segir bens og meina í BMF. Það er bara skeitt að þig því miður. Spurningi Það er jafnsefli. Herðu það er gaman á næsta ári. Þetta er árlega keppni. Já, þetta keppni svo vilt ekki vinna. Þannig að jafntefli, gaman svo okkur tekur næsta ári. Ég finnst rosalega hart að gefa jafntefli en ég allt í lagi Já, eins og ég sagði, það er enginn sem svindla meira í þessu en þú. Nei, ég er að segja tekur stig þetta þegar langar í þau og býr til og ég svara alltaf hreinskilið hérna. En þú varst að svindla í síðustu Þú ert ekki að ljúga ekki núna þetta? Nei, svindla, í síðustu spurningun var svindl. Nei, hann spurði hvort ég og fyrir utan það kostar bílinn langt frá því að kosta 20 milljónir, svona helmingi minna. Já, ok. Ef út í það er farið. Þannig að ég hef aldrei fengið punkt. Ég var ekki, ok, þú varst annarkot og bensaði mig á og notu BMF, þannig að í rauninni ef það er hvort sem er fengið sagt nei, þetta er ekki 20M. Það er mjög langt ifrá. Þannig að þá er þetta bara jafntefli, nokkuð sangjant í rauninni, er það ekki? Já, fyrir utan þetta mánudags. Þannig að þetta er jafn snobbað. Fyrir utan mánudagsdæmið. Það var ekki mánudagur. Það er komið 10 spurningar og 3 stig, þetta er eitthvað lítið sko. Banger frá okkar besta manni Kristmundur Axel, Don't Call It A Comeback. Hann var að gefa út nýtt lag sem heitir Adrenalin og ég ætla að henda því á. Þetta er Grafavogur út í gegn og bara til lukku með lagið okkar elsku besti. Tekum á þessum. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Árið þér að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 95. Nei, herðu, þetta er á Snettmaður. Blöð að skýta. Já, þetta var reyndar eitt flottasta lag. Sturla lag sem kemur hérna eftir smástund og er tengt gesti þáttarins sem að var einmitt síðasti gestur minn í tónlistarmönnum okkar. Hann heitir Valdimar og verður velkomin. Takk hérlega fyrir. Fyrsta sinn sem þú kemur í FN. Nei, þú komst í karaoke-keppni og tapaði í karaoke-keppni. Tapaði henni? Já, Sverri Bergmann. Við tökum það á kassan bara. Verður velkomin. Frábærum, þetta er ekkert. Sko ég mann með þess að þú tókst Bruce Springsteen og geggja. Já, mjög skemmtilegt. Geggja mikið stundin. Byrja bara fyrsta spurning, hvernig ertu og takk fyrir síðast. Við vorum fullir saman fyrir ekki svo lengur síðan. Já, bara rosa gaman. Já, stemming. Tókum karaoke og eitthvað. Dýrasta karaoke sem ég séð á æfi minni, hvað var það? Andra Gylfa? Já, sko, þetta var Andrea Gylfa og í bakgröndum var Valdimar, Nanna úr Monsters og menn, Múkisson og hérna, þetta var verður ekkert mikið dýrar. Pæli fólki sem mætti þarna bara í karaoke, fekk þetta bara tónleika, beint í það. Það var styrla, síkala gaman. Mjög skemmtilegt, sko. En sko, nú varst ekki að koma til okkar sem tónlistarmaður Valdimar. Nei. Heldur leikari. Kemur sem leikari og þarna í fyrsta skipti. Já, ég er reyndar, þetta er í þriðja skipti sem ég tek þátt í leikriti, en svona í fyrsta skipti sem ég er með svona einhverja línur að svona segja eitthvað. Í Rocky Horror var ég nú bara svona að syngja og svo var ég bara drippinn af Páli Óskari. Er þetta ekki gaman? Það er ógeðslega skemmtilegt og ótrúlega gaman að þetta svona stíga svolítið út fyrir þennan þægindaramma og einmitt bara og mjög líka stressandi og svona var búin að svona pínu hrættur í ferlinu mun ég geta þetta og svona þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og frumsýningin í gær sko gekk bara ótrúlega vel. Til lukku með hana maður. Og takk fyrir það og svo fólk vita hvað erum að tala. Hvað heitir leikritið? Óbærilegur léttleiki knattspyrnunnar. Ok. Og er sýnt í Tjarnarbíói. Já. Og já, þetta er bara svona verk sem að við leikhópurinn alltaf í boltanum gerðum saman. Ok, tókstu þátt í að skrifa þá líka Já, við vorum svo sett Ólafur Ásgeirsson er svona head writer, við skrifum þetta allt saman og þarna fórum saman út í sveit í Eyjafirði í einhverja viku til þess að vinna þetta svolítið saman og finna svolítið
hvað við vildum vera að segja í þessu og þetta er snýst svolítið verið að krefja fótbolta menninguna. Sem við tengjum svona ágætlega þetta. Já, margir sem að hlusta elska fótbolta og bjór og það stendur einnig með þetta á Tix að þetta er leikusverk og það sem raunverulega skiptir máli fótbolta og bjór. Já, nákvæmlega. Það er hljóma sem okkar sitt sko. Já, nákvæmlega. Ég heyrði nefnilega frá fólki sem mætti gera þetta eftir Sturla og mér langar að koma og sjá þetta sko. Já, ég bara það verið mjög fyndið. Já, þetta var alveg rosa góð stemning sem myndaðist þannig í gær og gaman að þegar maður er búin að vera að æfa þetta í einhvern tíma fyrir engan basically að fá svo fólk í salinn og finna svona fyrir fólk er að hlæja mjög vel. Varstu stressaður? Mjög stressaður. Hvað er þetta þá svona í grunninn í rauninni? Þá er þetta bara þetta fjallar hann heitir Dotti er sem sagt fráskilinn maður sem er að fara að horfa á fótbollaleik með bróður sínum og svo mætir þarna maður Benni sem er sem sagt nýji kærasti fyrirverandi konunar hans og hann er svona að fara að ná eitthvað drast fyrir krakkana eitthvað svona og svo kemur svona eitthvað svona skemmtilegu leikur í kringum það allt saman og svo kem ég inn sem ég sjálfur bara. Já, þetta leika sjálfur? Ég er að leika svona bjagaða útgáfu af sjálfur mér sko. Tekur þú lagið eða? Já, ég tek lagið, ég get lofa því og svo, ég vona allavega að ég sé ekki mjög mikið eins og þessi Valdimar sko. En heitir Valdimar í verkinu? Ég heiti Valdimar Guðmundsson og er Valdimar Guðmundsson en ég er svolítið svona góður með mig ég get staðfest að það er ekki. Það er gaman að leika skrýtna útgáfu gaman að fara svolítið út fyrir þetta. Vildi ekki, það er mjög leiðilegt ef ég hefði bara verið ég og bara hún leikinn bara ótrúlega kurteis og má ekki hrósaður en það er líka bara oftast í svona grínþáttum öðru og bíómynd það er eiginlega ekkert fyndara en þegar fólk er að leika sjálfa sig sem algjörð fíbl. Já, Ertu United maður að púlar þarna í þessari? Ég er United maður í sýningunni eins og ég er í líka í alvöru og ég er eini alvöru United maðurinn í hópnum sko. Það er Liverpool menn hérna og Everton maður og ég er eini sem er Ertu grjótharður aðdáðandi? Hefur þú farið á leik og fylgjustu með öllu leikjum? Sko ég var alveg frekar harður sko fyrir einhverju síðan en svona ég er aðeins búin að svona aftengja svona smá í þess en ég fylgist þetta með öðru auganu og svo ef ég gríp leik þá horfi ég á og verður og svona þetta í æsingin sko en ég er ekki alveg svona ég veit ekki hvenar allir leikir eru og svo ég veit að þetta leikur á sunnudaginn en sko talandi með hvað liðu heldur ég var að spája að henda þér að þú er ekki komið sem gestur á þér og þegar fólk kemur í fyrsta sem gestur þá fær það hraðaspurningar þannig að það sem þú ert að gera núna er þú ert að hreinsa hugan og svara bara fyrsta sem þetta er í hug þú getur ekki svara vittlust þetta er streituvaldandi alveg svo nei, alls ekki bara ég sé að stressast upp núna af því að það er margt hérna sem ég veit ég hitti þér nokkru sem ástímabil en veit lítið hérna samt eru þið tilbúin? Ok Besta bíómynd allra tíma? Shawshank Redemption Uppáhalds hljómsveit? Radiohead Uppáhalds lið á Íslandi? Keflavík Uppáhalds matur? Pizza Hvað drekkur á djamminu? Bjór Bestu sjónvarpsþættir allra tíma? Wire Hvað er besta lagið með Valdimar? Yfirgefin kom upp en við erum ekki sammálað þessu en ok Hvaða samfélagsmiðl ertu mest á? Facebook bara Hver er helsti kosturinn? Ég góðu gaur Hver er helsti ókosturinn? Ég get verið besserwisser kannski Besserwisser, já Hvað fyrir mest í taugarnar þér? Mér dætti fyrsta sko komið var óstund í sig bara verður sér minnst með þessu tengi og síðasta þar sem þú ert mættur hér sem leikari uppáhalds íslenski leikari ég veit þetta er svona ekkert voðalega gott eða svona ekkert mjög frumlegt svar en bara Ingvar hann er geggjaður svo góður sko það er bara geggjað svar aldrei séðan einhvern veginn ekki frábæran hann er störðlær þannig að þú komst nú bara mjög vel frá þessi það er Wire, Shawshank Redemption ég sammála báðum þarna ég er eiginlega ekki sammála með myndir það var bara fyrsta sem kom í hugan en ef ég hefði fengið að hugsa það ég vantilega sagt Godfather sko en þetta er svona ég er hann alveg í hérna IMDb listanum sko náttúrulega hefur þú hort á Star Wars 1000 sinnum sagður mér já reyndar nei heyrðu ég er að bulla það er alltaf nú mynd sem er uppáhaldsmyndi mín það er Eternal Sunshine of the Spotless Mind
hún er geggjuð sko. Það er svona Ertu Star Wars nörd? Já, ég horfði bara stanslust á þetta þegar ég var krakki sko. Átti alltaf sko, pabbi var búin að teipa sko, Star Wars 2 og 3 á svona, saman í einni Vaf-OS á long play. Já, ég horfði alltaf bara á þetta í röð sko, 2 og 3 og svo hafði ég aldrei séð nummer 1. En hvað segir þá Lord of the Rings? Finnst það að vera shit? Ég finnst það bara mjög gott sko. Þú getur fílað bæði. Já, er þetta eitthvað svona stríð? Já, ég held að oft eru menn skiptast í fylkingar þarna sko. Já, er ekki Star Trek og Star Wars frekar eða eitthvað? Já, ég held að það sé meira þannig Þannig að hægt að fíla bæði. Já, Hvað meinur þú? Það ætla að vera í bíf þarna. Mögulega, ég veit ekki. En til þess að plugga leikritinu betur, hvar fær maður miða? Heyrðu, það er tix.is. Tix.is. Hvað er þetta sýnt oft í viku? Sko, það er sýning á morgun. Okay. Og svo í kvöld með fyrir ekki. Og svo er sýning í næstu viku, á 50 daginn í næstu viku. Svo er eitthvað sýning eitthvað tíman. Okay. Það er þetta 4 sýningar í sölu núna, 3 eða 4 núna. Og svo bara fer eftir sölunni. Eftir sölu hvort við bætu við og svona. Er sýning næsta fösta? Næsta 50 dag. Næsta 50 dag. En byrju, þið hljótið að vera að sína í gæra fyrrata eitthvað. Þegar ég sá nefnilega á Instagraminu, það var alveg nokkri sem voru bara að taka myndir af ykkur. Það var frumsýning. Og svo generapluga á miðvikudeginum. Já, þetta er að fá allavega mjög góð viðbröð allavega á fítinu mínu. Já, við allavega, þetta búið að vera mjög jákvæmt alls saman. Og loksið getur verið leikus og horta á fótbolta og bjór. Já, við erum að tala um þetta sé fyrir gæjana sem konundur hafa verið að draga þá með sér í leikhús. Nú getur þeir verið að draga konunum með sér í leikhús. Og voru allir konur við bjórið það? Allir ánættur? Já, flestir þetta bara æskilegt. Það fylgir þessu, það er bara hann. Óbærilegur léttleiki knattspyrnunnar, tjekkið á tix.is og Valdimar, takk kella fyrir komuna. Alltaf gaman að hitta þig og gangi ykkur vel í kvöld. Hvað segir maður? Tói? En ekki? Jó, tói. Þannig að segja gangið vel alltaf. En talandum uppáhaldslægið þitt með Valdimar, við ekki bara setja það í gang. Það verða læti. Yfirgefinn með Valdimar, gaman að fá hann í spjall. Það er þvílíkur toppdrengur. Og já, við bara mælum með erfitt að mæla með leikurinn, við höfum ekki séð það en ég ætla að fara að sjá það. Sjómaði vel. Já, og þú kert með á tix.is. Það er líka bara gaman að sjá Valdimar bara leika. Já, líka bara gerði helling fyrir mig að heyra hann taka í lagið þarna sko. Já. En það var áður en Valdimar kom, þá var spurningkeppni Gilsarans og oftast eftir spurningkeppni Gilsarans þá fyrir við í sturlaða staðreyndir. Og ég ætla að henda ykkur bara í þær núna drengi. Það mjög sturlaðir þetta. Nei, svona, ég reyni ekki endilega velja sturluðustu, ég reyni svona að velja eitthvað sem getur komið skemmtileg umræður. Já. Sko ég meina. Einmitt, já. Sem er basically það sem útvarp gengur út á. Eru þið ready? Já. Fyrsta, munnurinn á þér er óhreinni en klósettseta. Já, þessi þekkt. Já, það er líka að tala um að lyklaborð er þrísásunum ógeðslegra heldur en klósettseta, samt myndi ég alltaf frekar sleikja lyklaborð heldur en klósettseta. Klósettseta, er þetta ekki líka bara þannig að ekki fleiri síklar uppi en í raskatina þér? Er það ekki þannig líka? Ég veit ekki hvernig er á þínu heimili en vonandi ekki. Það var ekki eitthvað sem sagði það, við náttúrulega vinnum í útvarpið. Það getur ekki alltaf verið afsökunni í þetta. Þú getur ekki bara hent alltaf einhverju kjarta og sagt að ég vinn í útvarpið. Það er fægilegt. En er þá setan á salerinni í raun bara tiltölulega clean? Já, það er ekkert svo óhreint. Þú getur sleikt hana bara í kvöld og þess vegna það er ekkert vesinn. Já, ég meina, það er engin ástæði til að vera sleikina. En ég meina, þú veist, af hverju það ætti ekki eins og að vera það ógeðslegt ef þetta er heima, menn þú veist, það er bara húð hefur verið uppið, það er bara læri. En eins og Steindin sestan miklu oftar á salinni en almenni borgari. Sestu þú pissast? Skettir einhver máli? Nei, af hverju sest ég eitthvað oftar en aðrir? Það var alltaf þessar skeinar hana. Skeini sem er en aðrir. Það tala með þetta ekki svitaskeinur? Já, ekki. Gerur það standað? Já, standað. Manstu þið vorum í AC? Það var lampa saman niðri, rámandum 2. Ég veit ekki hvernig það var sólarhengsins, það veit það enginn sko. Hjaltinu bara einhvern veginn voru að spjalla saman, svo hvarfstu og varst að skeina og komst eftir rám. Nei, ég sagði getur þú beðið aðeins, fór inn og skemmti mér sko. Þetta var sem ég sakna frá AC. Það er fáa einhvern veginn, allt annað. En þú veist að getur þetta ekki svitaskeinur hvar sem er í heiminum sko. Við förum ekki fyrir AC svo að taka svitaskeinur. Það var svona amerískt teppi, löpum okkur kósi teppi, langir stóri gangar, svona amerísk kasínó. Það er enda eitt sem ég elska í Bandaríkjunum, vera á teppi. Já, líka tínir ykkur, þið getur verið þetta svo stórt shit sko. Ég veit einhver þið eru sko. Það er besta að svona lendir í AC eða Vegas og heldur einhvers sem er farin að sofa og svo allt í hennu finnur hann og hinum enda kasínónum. Það er yfirleitt á Manswes eða Húkimenn. Þeir eru með álveru þól í the gambling. Það er næsta moskítoflugur. Moskítofluga er eina veran sem hefur drepið fleira fólk heldur en mannkynið sjálft.
Helviti sem moskutaflug Já, annars við manneskjöndum bara með langmest Þreytt fluga Já, ekki búið að finna ykkur leið til þess að losa okkur við þær það? Ég skilði ekki alveg Eitt kostur við Ísland og ekki komið hinga Já, ég verð að lesa næst á ensku Því ég nefndi ekki að þýða þetta vittlust og eitthvað Þannig að hér kemur smá enska fyrir ykkur Oklahoma í 2 ár Thank you If the movie Finding Nemo were scientifically accurate, Nemo's dad would have become a female after Nemo's mom died, then he would have mated with his son. Sem myndaði að vera kannski svona aðeins ógæstlegri þá. En rökstuðurinn eitthvað akkur þetta væri svona? Þessi fiskar lifa þannig. Clownfish? Ef the female deyr og þá verður karlkynsfiskurinn að a female og mates with his son. Það ekki að ræða við þessa fiska þá hvað? Clownfish og dæmir enginn í fiskaheiminum. Þetta helviti sérstætt samt. Já Ég meina ég veit að þetta er á Vogue tímum en hljóta nú flesti að vera að sammála því ef þetta væri manneskja þá verður þetta frekar ógeðslegt. Ég ætla að sé sko. Já, ég þarf að sofa á sinni sínum. Ég ætla að vona að maður verður ekki kansilað fyrir að segja það sé ógeðslegt. Fjandinn hafið það. Já, sko, Það er mist það út úr sig fyrir 20 ára síðan að það verður ógeðslegt að sofa hjá bönnum sínum. Erum við ekki nokkuð safe þar? Kannski þá er norðmið 20 ára og eru Fjandinn hafið það maður. Ég finna að við náttúrulega erum alltaf í beinni. Ég meina, eldist ekki dveilirna sem við segjum. En Við hljótum að vera safe þarna. Já, ég svo bara allir vinnum á FM sko. Við vinnum í útvarpi sko. Og við erum engin leiðindi. Þannig að það var eitthvað sem var sagt fyrir 15 ára síðan. Það var ekki ítlu. En sko, málar, ég fletti þessu upp og þetta er bara, ég veit að má ekki googla en ég veit þetta var ekki hrossaskítur. Þú varst að googla. En þetta er bara kallandir sko. Já, það var sem ég var að segja. Þess vegna hafði hann orðið. Þannig að sko Finding Nemo er frábær mynd. Já, en svo er maður bara að lesa núna. Þetta er eitthvað algjört kjaftaði. Já, það er samt alveg verið spennandi að sjá Það reyndar smá mútið, ég get ekki horta á hann aftur. Ég veit eitthvað fólki lígi sko. Ég er gaman að þessari mynd sko. Þú fílar svona myndir svo Transformers og eitthvað sem getur gerst í alveg. Ég meina það er mjög Búbí grátandi. Pælikandi þetta er rosalega skrítið að sjá þessa mynd. Hún er alltaf bönnuna 16 og svo er hann einhvern veginn að breytast. Þetta er mjög spes. Ég meina Transformers, ég meina það er ekki langt í að það shit gerist. Ég meina AI er það er margir búin að vara við að mannkynni verður Hvað heldur að bílar séu að breytast bara í velmenni og byrja að tala og gráta? Meðan hvernig fólk tala um þetta Ég meina, hvað mennur, bílar tala í dag, sko? Þú getur talað í bílinn? Ekki eins og í Transformers. En það breytist ekki en þegar hann er komið með góða gerfigreind ég býtu bara með þetta er bara stutti að bílinn fara í þetta sko. Nú ætlum ég að spyrja ykkur, það er ekki langt sinni þetta gerist. Mér finnst gaman að tjekka ef við værim að því að þetta er svona spurning ef ég væri Björn Bragi að búið til nýtt quiz þá myndi ég hafa þessa spurningu eða í trivial eða hverju sem er. Hver var fyrsti karlmaðurinn til þess að vera einn á forsíðu Vogue? Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu, þetta gerist fyrir 5 árum síðan, þetta er nýlegt. Það er rangt. Ég ætla að segja George Clooney. Nei, það var Harry Styles. Það hafa verið karlmenn áður á forsíðu Vogue en aldrei bara einu, þá var konu með þeim. Já, mér finnst það enda drefleðilegur sko. Nei, ég fíla Harry. Okkar besta mann í baki, mástu. Hvern? Sedugis. Sedugis? Já, hver er það? Jason Sedugis Sveik okkar besta mann ég geti sko, ég veit að það er margir harðir aðdáðandar og kolvitlausir sko. Já, við erum Jason Sedugis frábær leikari maður fór út í sjoppu og allt í hennu Harry komin á frúna sko. Það er helviti leiðilegt sko. Var það svoleiðis? Já, það var basically hann eitthvað. Það var leiðilegt fyrir Harry, en þau eru hætt saman núna Harry og hún og hvernig það staðan á Sedugis og hann var komið einhverja nýja held ég. Var ekki planið í honum að reyna að ná hann aftur? Já, ég þú ert svolítið okkar maður þarna er að fara ekki ef þú byrja aftur saman, það var frábært. Já, það er það sko. Hvað heitir hún? Olivia Wilde, já. Já, en ég held ekki sko. Ekki með svona hvað ég er að heyra núna. Ef þú segir að heldur ekki þá er aldrei að fara að gera. Nei, ég held ekki sko. Það er ekkert sama sem merki skóstærð og tippastærð hjá karlmönnum. Þannig að þú sést já, þetta er bara eitthvað svona myth. Þannig að þú sér kannski einhvern náunga sem er í skónum með 55 þá er hann kannski bara með dyrrabillu. Já, svo getur þú séð bara einhvern fullorðinn mann í skóm 32 og hann er hanginn eins og hestur sko. Þannig að það er ekkert saman sem merkir þar á milli. Ítalir, þetta er mjög snuðt Steindi. Þannig að þú hóst að tala um að þið langaði fyrir smá átak. Hlustaðu núna. Hvernig sagði ég það? Hætt að láta eins og ég sé ekki að tala við þessu eitthvað feitabæl og nýfum að segja þetta við okkur. Ég er alltaf að segja þetta. Við erum ekki fett sem að Steinþór sko. Nei, hann sagði þetta sjálfur. Og fyrir utan það, þú ert ekki feitur. Nei, strákar, ég ætla bara að láta ykkur vita. Sérstaklega út í kífiskiptinu, það ferði mjög vel. En ég ætla að segja ykkur eitt, strákar. Ég er ósammála sjálfur mér
eftir hádegi. Ef ég segi eitthvað fyrir hádegi, ég er bara Skiptir reglum skoðun? Ég skipti skoðun oft á dag. Þannig að þið þurfa að taka allir með fyrirvara. Flóki fyrir mig og blöða sem er reglulega með þér að þú ert að trakka þetta allt sko. Já, Þú áttar á því, eða ekki? Jú. Nýbúin að segja við okkur að drengi, nú ætla ég að fara í smá átak og komum við í betra form. Ég er Svo ekkert segið þar það núna. núna í útvarpinu, þú manst það ekki. Nei, ég er ekkert þar núna sko. Nei, Ekki neitt bara. Ég var að hugsa að fá mér eðlu í Með þess að kvöld. Mushroom er að rífa sig í gangi í the gym sko. Já, ok. Það er undan þér Það er þetta vel gert hjá Síðast, þér. einn eftir Ég get einn eftir Já, sko. svona, Fullt að ok. liði sem nennir ekki að Nei, það er bara fara. það. Ég er náttúrulega með hvítabelti í karate sko. Já, reyndar Þannig að ég byrjar að Það tekur klára ein- það, sko. Það tekur eina æfingu að Og það fá var aldrei tekið á hann, það er sem fyrrandi sko. Getum ekki tekið á hann Heldur. Hvenær verður það sínt í blöggastinu? Það er verið að- Fyrsti Já, bucketlisti, það er bara að vera að klára klippið. Tækni vinnan er í gangi Fyrir blöggasöps og fyrir verðandi blöggasöps Það er að koma seríu út. Award winning þáttur þegar Steinþór sækir sitt fyrsta belti Já, það er á leiðin út. Það ætti bara að koma í þessari viku. Það er næstu. hugsanlega. Já, ok, ef þú ætlar að koma þér í form eða einhver sem er að reyna að koma sér í form þá ætti að hlusta núna. Ítalir drekka 1 vaskglas og borða oftast litla skál af salati fyrir hverja máltíð. Þetta dregur úr hungri og eigur líkur og borðir ekki yfir þig. Og sem dæmi að þá er ekkert land í heiminu sem borða meiri af pítsu og pasta með höfðatölu heldur en Ítalía og það er alls ekki obesity vesen á Ítalíu. Þannig Þannig að Þá eru þeir ekki að borða heila pítsu. Þá eru þeir að borða bara Nei, 2 af því þú ert búin að fást þér skála af salati og klára 1 vaskglas áður en byrja að borða þá geta þér ekki yfir sig af Þeir pizza. eru minni skömm Nei. Og sér held ég líka alveg klárlega Þú veist, þú ferð og pantaðir pastaði pítsu í Ítalíu versus Florida og það er miklu minni skamt Já. Það er ekki bara það að fylla maðan að græmita áður Þetta er líka bara skamtanir eru Svo miklu getur minni líka bara getið hundaskít og fengið svo steik og þá náttúrulega væntanlega hefur minni matalist. Það er alveg alltaf þessu, það er mörg trikk í þessu. Það er mörg trikk í þessu. Mörg trikk í þessu. Já, auðvitað. Það degja fleira ári við að taka Nei, ég er bara að segja, þú veist, auðvitað er þetta svona. Ef ég finn núna og ég er bara fullt af pesi eða eitthvað, þá er það ekki svangur í kvöld. Ja, þú veist, þetta er ekki. Ég sagði litla skál af salati. Þetta er basically til þess að Já, ég hefði haldið að ég myndi vera svengri. Nei, Þetta er listauki. pröfum þetta bara. Prófa þetta í kvöld Áður að fara í pottin með rauðinni Svo er líka bara, veistu hvað, það er náttúrulega á Íslandi, það er rosalega margir sem er alltaf, það þarf ekki að borða 2 heita máltíðar á dag. Nei, Flest allir út í heimi, veistu hvað ég gera? Þeir borða heita máltíð í hádeginu. máltíð. Þeir borða heita máltíð í hádeginu, Búið með couple of beers. fara svo inn í daginn, drengir, fá sér létt á kvöldin. Það er það sem flestir gera. Íslendingar eru mikið að borða margar þungar máltíðir í dag. Þú veist, fer í vinnuna. Alltaf gaman að fá næringafræðingin Steinþór og Steinþórsson Það leynir á sig. Er þetta ekki rétt hjá mér? Já, ég menna Martílis Síðasta störla staðarinn dagsins það degja fleiri á árið við að taka selfies heldur en í hákarla árás. Já, það er bara út af því að Þannig að það er hættulegra að taka selfie heldur en að synda í því Já, ósjön. það er út af þetta klifur eitthvað og það ná rosalegri mynd og missi takið og game over mörgum sko. slæmum döðdögum. Ef það bara Hvernig lést þetta? Hörru, hann var að taka selfie af sér hann í Ástralíu. Þú varst að vinna í rosalegri mynd Þessu sorglegt dæmið maður. Já, þú varst að ná rosalegri mynd Það er basically að social media drepu þig. Þú þarftu allavega að ná helvitis myndinni sko. Já, Allavega og á síminn er leiðinni eftir. niður. Ég myndi kasta honum ef ég verið að detta af brún. Hann myndi passa síminn er eftir. Já, þú myndi er að negla gera honum upp, það. já. þú veist. Fólk leggur á sig álur vinnu til að ná góð footage sko. Þú myndir örugglega að fá gott ratio ef að einhver myndi posta myndinni fyrir því svo. Já, álur ratio Síðan lest við myndina. Já, rosalega sko Þetta er crazy sko, og pælir í þessu. Það er bara galið dæmi. Við skuldum auglýsingar Það er ekki að segja okkur hver hestaskýttur Ég var. glemt að gera hestaskýtt. Ó, ég var núna að gíska maður. Hvað hefur þú giskað á? Ég hefði nú gískað í rauninni þarna á salatið. Nei, það er vita dæmi Vittlaus maður. Þeir eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum konið í klefan góð þannig að við erum ekki beinni útsendingu og það er óvænt, it's a twist. Já, it's a twist. Það er ég, Steindi og Sveppi mættur hérna í klefan með okkur Jesus maður. því að við gerðum skiptidíl við hann er að leika í leikriti sem ég ætla ekkert að spyrja út í núna, Sveppi. Því að það kostar að plugga í FM 95 blöð. I know. Þannig að við ætlum fyrst í klefa og svo ræðum við leikriti. Hvernig líst þér á þann díl? Það er bara geggjað, ég skil þetta, ég skil pælinguna. Ég man bara þegar vorum í 70 mínútum og fólk byrti plugga, það var bara, þá þarftu bara að láta okkur hafa. Já, líka skemmt að nýta klefan. Það hefur mjög skrítið að þú kemur í viðtal bara til okkar klukkan 4:30 bara það eru Sverrir hérna, það eru að leika leikriti. Sverrir Þór Sverrisson, leikara í Þjóðleikhúsinu. Já, það gengur ekki. Nei. En ég er spá að nýta þetta í eitthvað sem er mér gaman að gera með ykkur tveim. Það er, Sveppi, ég bæði að búa til fullt af orðum í bílnum. Já. Ertu búin að búa til einhver bullorð? Já.
Ok, Ég gerði það á rauðu ljósi Við erum að fara að syngja Já, þannig að ég ringi núna eitthvað til bæ Ég veist bara að ringja, ég veit ekki Báhás eða Hagkaup eða eitthvað Og Steindi, þú farið ekki að sjá orðin sem að Sveppi er búin að semja Nei En leið og hann sýnir þau, þá ertu að spyrja hvort þetta sé til Já, en má ég sko, nennur að segja mig bara eitthvað Já Gjáðum eitt orð áður hann byrjar Það er til dæmis snúrukrulla Snúrukrulla, þú máttu hugsa það aðeins menn ég ringi Og bjóbjóla Og kottruga Ég spara að taka bara Hagkaup Þetta verður alveg challenge sko Já, en verður þú með þetta tilbúið, Sveppi? Já. Steindi, ertu ready? Ég er klár En þá ætla ég að ringja hérna Ég er stilla síman fyrir snöðu Þetta er eitthvað sem aðra vestanum eftir að taka sér þið fyrirmyndar sko Það er alltaf númrunni myndir Hagkaup Eithor, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég hringdi nú í gær og var að tjekka þarna hvort að snúrkrullurnar verið mættar. Hvort að... Snúrkrullurnar, bara svona hefðbundið rafmagnsnúr sem krullast upp þegar þú tekur nú sambandi. Hvað talaður? Var það ekki bara þig eða? Við hljóminn og svolítið svipaðir, sko. En svo var ég líka... En Sakra Telecom, er það komið? Bara eins og hefðbundið ráter fyrir 3 internetsnúrur, ef þú vilt tengja þið beint í LAN. Við seljum bara þetta ekki hérna, sko. Fyrir ekki þau? Við seljum þess að vörur ekki hérna. Nú, en músagnir sem er bara hefðbundið festing fyrir gardínufesting, til að styrkja festinguna, eins og hálsmetra stangirnar. Nei, við erum búin að matur búið með fáa serverur, sko. Býtu, og eru þið ekki að selja festingar fyrir gardínur? Þarna hjá ykkur núna? Nei. En belagúrkin, sem er eins og bele, bara gúrkin, hefðbundin, eru þið með þann? Ekki sem ég veit af. Býtu, hvað er að gera? En kottrjúku sem eru dúnkottarnir, eru þið hljóta að vera að koma með þá aftur, með rjúkfjörunum, sem frá æði, sem mikra og hlýra en hefðbundið út. Er þetta ekki Hagkaup í Skeifunni? Nei, þetta er Hagkaup á Nesinu. Þú ert út á Nesi. Og hvað, eru þið ekki að fá sömu vöru en bjóbjóla, sem er bara hefðbundin, bjóbjó, bara nýri típan? Við erum eiginlega aðalega maturbúið. Þetta er okkur skellur, við erum með sprótafyrirtæki Bjármála, við erum að safna í lagerinn, ég heldum ekki að við fengi flesti á ykkur sko. En sækrunguna sem er bara hefðbundin krúna, bara nema með setur sjó í botnin bara svo krunga getur blómstrað, þarf ekki sól. Eru þið ekki heldur með neinar svona hefðbundnar svona sækrunguplöntur? Nei, ekki hérna. Vá. En mergsögu sem er bara svona hefðbundið söga sem sígur merg. Sko, ekki hérna. Ég bara skil voða lítið í þessu alls ég næs ekki þú ert allavega ekki með Sakra Telecom eða snúrkrullu eða belagúrkin, sækrunguna, músagníin eða kottarjúkuna, þetta er allt saman greinilega bara uppselt hjá ykkur ég spurningum að ríkja bara í skefina er það ekki bara, erum við þá ekki bara ágættir með heyrist að bara gangið vel já það ekki Herðu, já, takk fyrir þetta Þetta er svo gott Því líka steipa Þessi orð voru erfið í dag maður Djöfull voru þau erfið sætti maður Já, við þurfum að sko, Þessi starfsmaður á skili velun Hann á skili veluna því að sko, hann hjekk á línunni Hann var kurtis Hann var ekki dónaður Starfsmaður mánaðarins Ég náði öllum orðunum minn Það er eiginlega markmið með símtalið Það gekk Þetta var starfsmaður mánaðarins Það er nokkuð ást Hann er að fá mynda sér upp á vegg En sko, erfiðast árið þarna Hvernig á ég að geta selt Sakra Telecom Hvað er það? Ég heldur að sé Hvað er það? Hann var líka harður að þetta var að bila milli Það mátti ekki vera Sakra Telecom Þetta átti að vera Sakra Telecom En já, Sveppi, takk fyrir hjálpina í klefanum og leikritið Er eitthvað sem þú vilt segja hérna í lokin? Hann er búin að Já, bara allir á prinsinn Já, ég ætla að plugga prinsinum Já, þetta er rosalegt Þetta er leikrit sem við erum að setja upp í Þjóðleikhúsinu Við erum búin að fara hringin í kringu landið Já Mjög skemmtilegt Það er agalegt að þú glemt að plugga leikritinu Já, ég kom bara til þess Ég kom bara til þess og þú plataði mig í klefa Já, ég sagði þig Já, rétt árunni klárum hvað er þetta leikritinu Ég er að fara að tala núna í 8 mínútur Já, hverjir er að leikja? En veistu af hverju það er? Það er að því ég er svo svangur Já, ég veit allt Ég sé það bara í augunum aðeins sko. Heyrðu, þetta eru 4 leikarar Ég, Sólveig Guðmunds, Birna Einars og Kári Viðars Við erum að leika leikrit sem að Kári Viðars skrifaði á samt leikstjórunum Mario Rindal Þetta er sönn saga af vestan Frá Já, þú varst bara að segja mig frá þessu Þú varst með því að skrifa Já, við vorum svona að þróa þetta frá grunni Ótrúlega gaman Er þetta grínari? Já, þetta er ógeðslega fyndið og líka alveg svona pínu
bara svona aðeins verið að velta steinum sko. Þetta fjallar þess að strák sem fær símtal þegar hann er 17 ára að hann sé að vera pappi. Og hann er bara á leiðin í Sputnik að kaupa sér föt til að fara á ball í MS sko. Sem er Kári. Það er basically þannig að ég væri með einn nýfættan bara í kúpnum. Akkurat. Ekki hefði ég geti valla séð barn í dag 50, hvað þá 3 og 17. Og hann fer í alveg djúpadali og hann myndar, hann er í grunninn kvíðasjúklingur og tekur upp alls konar kvíða og fer alveg bara niður og veit ekkert, heldur hann verið ömlu pappi og heldur hann verið kannski góðu pappi og bara veit ekkert hvað hann á að gera í heilt ár. Leikur þú hann eða? Nei, Kári leikur hann, Kári leikur sjálfan sig, ég leik vinn hans og svo er hann einhvern veginn svona búin að sætta sig við þetta, hefur ekkert náð að fylgjast með meðgöngunni og veit ekki neitt og svo fer hann á fæðingardeildina með mömmu sinni og fær að halda á barninu og svo þegar þau fara af fæðingardeildinni þá segir mamman svo við hann: Kári minn, þú átt ekkert í þessu barni. Þú þarft að fara í DNA. It's a twist. It's a twist. Og það er búin að tala við Sönnsaga og við erum búin að tala við alla aðstandendur. Við erum búin að tala við stelpunum sem var ólétt. Við erum búin að tala við Kára, mömmans Kára, vinkonu stelpunar, vinans Kára, hvernig þau upplifðu þetta ár og hnoðuðu því saman í leikrit og það er að koma alls konar í ljós. Kári var með sögu sem var kannski ekkert alveg eins sönn og maður heldur. Nei, við meðum náttúrulega vantilega ekki vita núna hvort hann hafi verið pappin eða ekki. Nei, svo kemur það í ljós sko. Þannig að þetta er ógeðslega skemmtilegt. Þetta er í fyrst skipti sem ég ger eitthvað svona sem er bara sönn saga og fólki er til. Já, mér finnst þetta, ég myndi ekki ljúga, mér finnst þetta mjög áhugavert. En það er ein spurning sem ég spyrði alltaf eftir að fara í leikhús og veist hvað spurninga er? Nei. Myndi ég hafa gaman að þessu? Já, einmitt. Ég þú færði svo oft í leikhús og veist að segja mér og ég spyrði þig alltaf bara, myndi ég hafa gaman að þessu? Já, málið það, þetta er í kassanum, þetta er lítið svið. Ég sit bara við hliðin á áhorfendum sko. Samt er ég að leika á sviðinu meðan. Þú ert alveg onni í leikurunum og veist ekkert almennilega hvað er að gerast. Nei, og byrju, hvað fyrir fólk að sjá þetta? Kassan, hvað er? Í Þjóðleikhúsinu. En er þetta svona leikur sem involvera fólkið? Nei. Af því að ég hef ekki það gaman að því. Nei, ekki kona mín heldur. Hún er búin að sjá þetta tvis á kona mín. Hún þolir ekki þegar það er verið að involvera fólk í leikhúsinu. Ég er farið í man ekki og hvað og það er ekkert hlé. Þetta er bara 1 klukkutíma og 20 mínútur og búið. Það er líka svo leiðilegt. Það er næs. Ég er nefnilega farið á þannig leikrit og ég var pikkaður og allt í nú var ég orðin eitthvað mér langaði bara að fara að sjá leikrit. Það náttúrulega verið sviðsljósunum gamli. Það verið sæðilegt fyrir þig. Mér langaði, það var samt þetta á moment bara til þess að fæ leikhús. Þið langar bara að sitja í myrkrinu og horfa. Og hvar fær maður með það? Þetta er bara Þjóðleikhúsið, leikhúsið.is og við fórum alltaf með fjölskyldunum minni, 9 ára sinni mínum, 15 ára og 19 ára dóttur minni og allir mjög gaman og ef að kona mín hefur gaman að þessu þá ætti ég að hafa gaman að þessu. Við erum með mjög svipaðan smekk. Já, þið eru svona bólur sko. Við viljum bara eitthvað basic, ekkert kjaftaði. Þú ert nú svo menningarlegur Sveppi. Ofsalega menningarlegur. Við þurfum ekki að fara eitthvað að breyta þessu. Já, ég fæ svo fæ ég útrás fyrir fáitan í mér þegar ég hitt ykkur sko. Já, og ég beint í bílinn sko. Já. Það verður ekki bara að fara að ferðast heiminn og láta fólk hrækja okkur og eitthvað svona. Þetta er okkar plan aftur. Vakna stundum á mótana og dreymir að græta barn í Asíu sko. Já, verður ekki að sko. Við gætum verið að skoða bara nýja draumar til að ná þér aðeins aftur á jörðina. Sko, ég nenni ekki að það er ekki hægt að koma að þér sko, þú mátt ekki fara bara að vera komin með svona englirni og sixpensara og En hvað heitir leikriti? Heyrðu, þetta heitir Prinsinn og er sýnt í Þjóðleikhúsinu og ég ætla að lofa þig, hvað verður þetta lengi? Ég ætla að koma að sjá það. Það er nefnilega fásýningar eftir. Við verðum út mars. Út mars, ég er að koma bara í mars. Þetta er bara að gerast sko. Ég er til að koma líka. Tjekkið á Þjóðleikhúsinu og farið og sjáið Prinsinn því að er þið bara tix.is gamli góði? Jú, leikhúsið er skemmtilegt. Þá er þetta skemmtilegt, ég lofa ykkur því. Þetta er líka mjög ógeðslega interesting og mér finnst líka sko eignast barn 17 og ert krakki sjálfur sko. Þetta er mjög ég væri til að sjá þetta hljóma mjög vel og sérstaklega því að þetta á að vera fyndi líka. Ég hef svolítið gaman að svona gríni. Já, þetta er grín og alvar inn á milli og svona að vera velta steinum. Geggjað Sveppi, takk fyrir komuna. Við fengum klefa, þú fengst plugg og ég meina þetta ég ætla að sjá það. Tala betur við bara leið og ít á stoppina. Herru, þakkum Sveppa fyrir komuna. Rétt það eru Dynat og Loop sem að, færi ykkur F95 blöð hér á þessum föstudegi en, drengi, það er bara komið að lokum hér í okkur. Þetta flýgur maður. Já, við erum á leiðin í leikhús, það er nokkuð ljóst, við erum búin að lofa bæði Valdimar og
og sveppa að fara að sjá leikandi þeirra. Já, vera menningarlegir drengir. Þetta var svolítið menningarlegu þáttur. Já, þetta var það sko. Þetta er það sko. Þetta er menning, þetta er ekki menningarsjó. Já, ég er alltaf það sko. Menna, hvað er menning? Skilur, er ekki allt menning? Já, ég veit ekki hvað Akkur er aldrei tilnefndir fyrir svona Edduvelun Radio. Já, það er ekki neitt svo leis. Já, Richie, ríður í gang. Við fengjum náttúrulega aldrei tilnefningu menningarveluna. Nei, kannski ekki menningaþátt. Lítil menning og getur fundið. Getum fengið ykkur trúða, byggar. Já, það er komið á lokum og já, við minnum á blökastið sem verður mætt að sjálfsög næsta þriðjudag. Já. Og já, svo er þetta bara að risa helgi. Það er Eurovision, það er Liverpool, Manchester United og ég veit ekki hvað og hvað. Það er rosalega helgi. Já, góða helgi, kæru hlustendur. Gaman að sjá hvaða atriði fer út fyrir okkur og já, bara við besta lagi vinna. Svo vonandi pökkum við saman Liverpool á sunn. Já. Ef ekki þá bara áfranga. En við ætlum enda þetta á Pretty Boy Choco með Patrick og með þeim tónum bara áskuðu ykkur góðra helgi og heyrumst á þriðjudaginn, ef ekki þriðjudaginn þá bara næsta föstudag. Það er fullu bátur næsta föstudag. Takk fyrir okkur. 100%. Enginn að fara neitt. Nei.